Komið sæl gott fólk, við erum mætt hér í GR-verkdeildina og það útsláttakeppnin sem að hefjast hér í dag hjá okkur. Ég Brimar Jörvi og með mér engin annar en Steingrímur eða Fenrisúlfurinn, jæja, blessaður, hvað segirðu gott? Góðan daginn Brimar. Góðan daginn. Hvað segirðu? Ég bara flottur fyrir utan það klúður á fyrstu setninguna aftur en það kemur fyrir maður. Þetta ekki rakettudeildin nema það gerist, það bara þannig. Já, pínu svoleiðis. En eins og þú sér bara strax fyrir aftan okkur þá erum við komið með smá dagskrá sem lítur fyrir eitthvað skringilega út í dag þar sem við vitum ekki hvernig þriðja viðureignin okkar verður. En við erum að byrja á Stjarnan, Ravík og förum síðan yfir í Dusty Oman. En Dusty og Oman mæta síðan, annarkvort, það lið sem að vinnur þar mætir 3-4 og það lið sem að vinnur hérna fyrstu viðureignin okkar mætir síðan Þór í síðustu viðureign. Já. Þannig að það verður öll nóg að gera hér í dag því að við erum líka að fara í Best of 7, eitthvað sem við höfum ekki fengið að sjá núna í þessari deild. Nei, fleiri leikir, þannig að þetta verður bara 4. Já, fleiri möguleikar fyrir bara, segi ég allavega þessi minni lið til að koma fleiri leikjum inn og eða þá bara stærri sópar í boði. Jú. En við viljum náttúrulega ekkert sjá svoleiðis hér í dag, við ætlum að vera hérna bara í allan dag með ykkur. Við kíkjum kannski bara strax á fyrsta liðið okkar hjá Stjörnunni sem að fara að hefja hér leik. Afskaplega flotti strákar sem að náðu þriðasæti í þessari deild. Já, náðu þriðasæti í deildinni sjálfri, Smári 28, Daxi, Porsas og Skjaldbaka. Búin að standa sér stórkostlega, búin að stilla sér alls konar upp og hafa gengið náttúrulega bara mjög vel. Klúðruðu reyndar hérna aðeins í síðustu viku þar sem að Íslendingarnir 3 mættu saman án Porsas og töpuðu gegn Ravík. En það fór í alla 5 leikina og fyrsta viðureignin sem að Ravík náði að vinna. Já. Æsi spennandi. Já, algjörlega. Og spurning hvort að Porsas sé ekki tilbúin í slaginn í dag, þannig að hann hjálpi sínu ungu Íslendingum í gegnum þessa viðureign. En talandi það að Ravík hafi unnið á í síðustu viku, við erum akkurat að fá sömu viðureign hér. Það Ravík sem að stilla sér upp hinum megin, sjáum hvernig þeir eru hér. Tóni, Maka, Dansland og Alfaren. Já, ég allan að freka við sem að Alfaren sé að fara að spila eitthvað í dag þar sem að hann mættur hér í Arína með einum félaga. Nú bara þekki ég það ekki nógu vel hvort að þetta sé Tóni eða Dansland en ég allan að freka við sem að Maka sé ekki mættur hér í dag. Já. Það var eitthvað sem við vorum ekkert sérstaklega að plana samt. Nei, en ætli þeir fái þá þetta LAN-buff? Já, það lítur að virka. Ómán alltaf með LAN-buffið á hreinu og ég sé þá allan ekki ennþá að vera að mæta. Spurning hvort þið vilja mæta og fá LAN-buffið bara strax í gang. En Ravík, eru örugglega frekar sátti með sig að fá að spila fyrst hérna á móti Stjörnunni þar sem þeir unnið á í síðustu viku og akkurat eina viðureignin sem ég tala um að þeir hafa unnið hér í deildinni. En ef að Porsas að mæta þá þetta náttúrulega allt annar leikur. Það verður það. En gott fyrir Ravík að enda á jákvæðum nótum í deildinni eftir erfitt tímabil. Já. Klálega erfitt tímabil sem þeir eru múin að hafa en samt pínu skemmtilegt bara svona upp á að sjá akkurat endan koma svona inn en núna hafa þeir nóga leikjum til að breyta sögunni sinni og það spurning hverju þú ert bara hreinlega að spá fyrir hér, Stjarnan eða Ravík? Ég ætla að segja að Stjarnan sópi þessu, 4-0. Stjarnan sópi þessu 4-0, ég ætla að spá aðeins öðru sig. Ég ætla að segja að Ravík taki, 2 leiki að þeim. Stjarnan vinnur 4-2. Já, ok. Eftir að hafa séð þetta hérna í síðustu viku, það var eitthvað annað í gangi hjá Ravík. Ég held að þeir séu búin að æfa sig aðeins betur núna svona loksins í enda tímabilsins. En það kannski
bara akkurat það sem þeir eru að stimpla sig á, að koma í útsláttakeppnina og vinna eitthvað þar. Já, það geti alveg vel verið. Algjörlega. Betra seint en aldrei. Já, algjörlega, og sérstaklega fyrst við fáum þetta sett upp svona, það er í rauninni, deildarmeistarar orðnir Þór, en maður getur eiginlega ekkert sagt það því þetta er partur af deildinni líka. Þá er svona hvort þessi deildarmeistari eða Íslandsmeistari, þau fengu enga bikar fyrir hitt, en hérna eru við mætti með bikar fyrir þess fyrsta sæti sem að vinna þetta, og það kemur ekkert í ljós fyrir 30. nóvember. Já. Við fáum ekki næsta sunnudag, þetta er ekki þannig að við séum að spila sunnudag eftir sunnudag hérna, heldur er laugardagurinn 29. nóvember og síðan sunnudagurinn 30. nóvember til að klára þetta, og það verður LAN helgi bara hérna hjá okkur. Já, alvöru. Og treyst á allir sé að mæta, nema ég verður reyndar ekki hérna á laugardeginum, það sem ég þarf að vinna, örugglega eins og margir aðrir, það sem þetta er Black Friday helgin. Já, mikið að gera í verslunum fyrir þeir sem að við erum að vinna þar. En hérna, já, ég vona nú að styttist bara í leikin okkar hér og við getum byrjað þetta þar sem að það er búið að vera smá seinkun á þessu, og spurning hvernig þetta verður allt hér áfram. En við erum ekki mjög vanir því að sjá svona byrjun á 6 liða úrslitum áður við förum í LAN-helgina. Þetta er eitthvað sem við höfum ekki gert áður, ef ég man rétt, allan ekki á meðan ég var hérna. Það hefði þá bara í rauninni, ef þetta væri fleiri lið, þá hefði þetta verið spilað af streymi í rauninni, og svo hefðu restina liðunum komið inn. Því hefði verið streymt. Já. Eða væri kannski topp 4 eða eitthvað svoleiðis. Já, það er náttúrulega, já, almennt þegar við höfum fengið einhver svona 6 liða úrslit nú bara eins og í fyrra. Ég man ekki hvernig þetta var sett upp þá. Hvort að við tókum bara 2 langa daga eða eitthvað svoleiðis. Já. Byrjuðum á einmitt laugardegi og enduðum hérna á sunnudegi, og bara ótrúlega gaman. Já. Hentum bara í eina skemmtilega helgi og þetta bara gekk ljómandi vel. Algjörlega, við erum bara svona aðeins að létta okkur lífi hérna, þar sem að, já, ef að Best of Sevens fara í alla 7 leikina, þá getur þetta verið mjög langt, og ef við erum að fá margar leiki, við erum til dæmis bara að byrja á 4 leikjum hér, og ef ég taldi þetta rétt, er þetta 11 í heildina, það er hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, neða 10. 10 leikir, já, ok, þá var það ekki alveg rétt hjá mér, en já, jú, 10. Það er þá 4 leikir núna, og síðan fáum við bara 4 leiki á laugardag. Fáum við 2 leiki á laugardeginum eða 3 leiki og 3 leiki? Ég veit það ekki. Það verður gaman að sjá. Stepi búinn að vera með hérna alls konar hugsanir í gangi var að þessa útsláttakeppni. Við vorum akkurat ekki með bracketið tilbúið í dag, þið fáið það bara með okkur hérna næst þegar við mætum, en við erum loksins að mæta í leikinn. Dempum okkur í þetta. Fyrsti leikur. Fyrsti leikurinn hér að byrja í úrslitakeppninni, Stjarnan gegn Ravík. Þessi 2 lið mættust núna síðast bara í síðustu viku, þar sem Ravík hafði betur, og hér er Alfarinn að byrja með boltan. Dansland komin upp vegginn, reynir að fylgja sig eftir en nær ekki að gera mikið úr þessu. Maka núna með bústi hinn með Porsa sneglur honum burt, þannig að Smári getur ítt þessu áfram fyrir sitt lið. En Dansland tekur vel á móti, Ravík að byrja hér í sókn, og það lítur vel út hérna, eða einhvern veginn missaðir af þessu, og Smári núna komin í sóknu, hinum meginn situr út í slána, Maka missir af þessu og Porsas potar þessu inn. Bæði lið byrja mjög sterkt hérna, og Stjarnan bara náðu færinu. Ravík samt í hættilegri sókn, þannig að þetta byrja bara með krafti, og vonum að dagurinn verður bara svona. 1-0 fyrir Stjörnunni. Og gott kick-off hérna fyrir Ravík.
Daxi fyrir að vegnum, það Maka. Reynir sendinguna og hann náður að klemma þetta út. Sniðugt hjá Stjörnunni, reyna að losa pressuna aðeins. Maka í loftinu á ágætisbúst. Og Porsas og þarna lendir Stjarnan og Alfarinn nær að jafna hérna. Ekkert ósvipuð mörk sem við erum að fá að sjá hérna sikur meginn. Það Maka sem situr út og svo fallega upp. Það reyndar smá mistök hérna í vörninni og bara svipað og við sáum hjá Ravík smá mistök í vörninni sem leiðir að marki. Alfarinn fékk að pota þessu inn 1-1 og við erum ekki einu sinni komin í mínútuna. Maka núna upp í loftinu, það ekki að fylgja sér eftir, spurning hvort að Stjörnumenn komast í þetta. Dansland frekar hægur upp í hennar bolta og Porsas fylgir sér hátt upp í hornið, nær að setja þetta niður en það er enginn tilbúin í þetta. Smári þarf að taka móti þessu síðan en setur þetta eiginlega bara beint á Maka sem að fær tækifæri hérna hinum meginn, flippar honum hátt en Porsas með no boost til að komast upp í þennan. Núna Daxi kemst í tækifæri, fer í hliðavegginn en ekki ná að nýta þetta. Smári tilbúin í hann að hraða bolta sem að var átt á markinu hans bara og Maka setur það hátt upp. Porsas og Daxi fara í þetta. Nú þurfa þær að fylgja þessu eftir þannig að þeir missa ekki á sig. Daxi er rétt nær að komast í vörnina aftur þrátt fyrir þessi mistök og já, núna kemur annað skot. Daxi nær að verja þetta eða hvað? Boltinn lendir inni og Ravíkur komnir yfir. Góð sókn hérna hjá Ravík. Dansland með gott skot hérna og Daxi er bara óheppinn að ná ekki verja þennan. Hann var í þessum bolta. Staðan orðin 2-1. Spurning hvað Stjarnan gerir hérna núna, hvort þið ná í stjórn á leiknum eða hvort að Ravík haldi þessu áfram. Maka nær 100 búst hérna. En Smári mætir vel í loftinu og Alfarinn er ekki með þennan eða hvað? Jú, setur hann í slann og nær þvílíkri vörslu. Smári sendir yfir á Posta sem að nær, reynir ábyggilega tvísmellunni hérna sem að nær og gerir það virkilega flott mark hérna hjá Porsas. Vel gert, 2-2. Porsas með frábæra tvísmellu hér til að jafna leikinn. Það eru 2 mörk og mínútu sem við erum að fá og hér 1 mark frá hvoru liði. Og já, við erum allavega að byrja á algjöru markaveislu þegar Porsas fylgir þessum bolta upp. Kemur í handboltaskotið og fylgir því eftir. Daxi fer síðan upp í þetta, ætlaði að fara í flipparan, nær því ekki. Smári kemur þessu síðan aftur fyrir fram að markið. Maka setur það út til hliðar þar sem að Porsas fær boltan enn og aftur. Ætlar í tvísmelluna, fer aftur í tvísmelluna, nær því. Stjarnan komin yfir og já, við erum ekki einu sinni komin í hálfleikinn. Vel spilað hérna og Porsas klárlega mættur og einbeittur, ætlar að ekki að láta þetta fara eins og seinasti leikur. Það er klárt mál. Gott kick-off hérna hjá Porsas. Alfarinn með góða sendingu yfir á Maka og Alfarinn en Daxi vel varið. Porsas í loftinu núna. Maka ver þetta út í hornið. Daxi reynir sendinguna. Það er Alfarinn. Smári setur hann beint á Maka hérna, nær hann sendingunni. Dansland. Daxi mætir, er í loftinu, er með Porsas með sér og þeir fara saman og þetta lendir í stönginni. Stjarnan svo nálægt í að komast yfir, meira yfir þannig að segi ég. Og fram koman 4 mörkum inn en þetta er, já, núna fyrsta mínútan sem við erum ekki búin að fá 2 mörk. Ravík vantaði markið sitt þarna áðan og núna Maka reyna að búa til eitthvað en það er Porsas sem að fylgir þessu eftir. Alfarinn kemst í þetta, ekki með bústið, nær að stoppa Daxa samt strax og Dansland nær að koma boltanum bara á markið. Daxi setur þetta létt yfir á Porsas sem er með bústið til að flippa hérna áfram upp völlinn. Alfarinn mætir á réttum stað hins vegar á vörðinni. Maka núna setur hann hátt og langt. Smári tekur á mót honum í miðinni. Það er Stjarnan sem er með pressuna hér. Smári setur þetta á Porsas. Getur ekki komið þessu á markið en boltinn er ennþá frammi. Daxi næstur maður til að reyna, fyrir flipparan, fyrir annan flippara en kemst ekki fram hjá dönslinni. Porsas setur þetta aftur fyrir fram á markið og Smári er tilbúinn að bíða þarna en nær þessum bolta ekki almennilega. Daxi, já,
kemur þessu bolta síðan aftur til hliðar, spurning hvort að Ravík get ekki náð þessum. Jú, Maka loksins tekur smá stjórn en Porsas tekur hann strax aftur á hann. Smári yfir á Daxa, Daxi með skotið í slána og Porsas í slána. Þetta er ekki á leiðinni inn. Alfarinn lappar með þennan út til hliðar. Það er ekki nóg, Maka þarf að bjarga þessu, missir af honum. Dansland rétt nær að bjarga þessu, Smári þarf að verja þetta. Þetta er á leiðin á markið og já, eftir þess að löngu sókn hjá Stjörnunni, einhvern veginn fór boltinn aldrei inn, en hér er Smári að reyna að klára þetta, fer í aftur í slanna tvísvar núna og já, Stjarnan, það er besti markmaðurinn hér hjá Ravík, er þessi slá akkurat núna, en loksins fer boltinn inn frá Daxa sem að kemur Stjörnunni í 4-2. 14 sekúndur eftir. Vel spila hérna á Stjörnunni og loksins fer boltinn inn. Sláin búinn að vera góð fyrir Ravík. Nokkrar vöslur þar og spurning hvort að Ravík geti svarað þessu, ég veit það ekki. Maka í loftinu, 10 sekúndur eftir, það þyrfti þá að koma núna. Porsas stilur þessu bolta, en þetta er erfiður bolti samt sem áður. Daxi er í loftinu núna. Smári reynir hérna að ýta Daxa í skotið, en Stjarnan tekur fyrsta leik. Já, Stjarnan tekur fyrsta leikinn hér, Porsas klálega mættur á svæðið og já, sjáum það líka bara í stigunum hvað Porsas er að taka yfir hennar leik og Dansland, Maka og Alfarinn allir ekkert ósvipaðir og já, Ravík þurfa allan að breyta eitthvað til og koma aftur í leik númer 2, klálega ekki sama lið þegar Porsas er á staðnum og þegar hann er ekki hérna hjá Stjörnunni, alveg lykil maður hjá þeim og þrátt fyrir að Íslendingarnir er allir virkilega flottir, búin að standa sig gríðarlega vel. Porsas hefur bara þessa gífurlega reynslu í þessu góðu leikmaður og það bara munar að hafa þennan leikmann inn á til þess að hjálpa strákunum. Við höldum áfram og förum í forboðna musterið. Þessi dásamlegi völlur, sennilega minn uppáhaldsvöllur í dag að spila á. Uppáhaldsvöllur margra, þetta er allavega uppáhaldsvöllur minn til að lýsa á og bara horfa á. Elska þetta flyover sem við fáum hérna til að byrja með. Yndislegur völlur. Hér förum við í leik númer 2, það er Stjarnan gegn Ravík. Stjarnan hafði betur í fyrsta leiknum en nú þurfa Ravík að koma tilbaka á Alfarinn enn og aftur maðurinn til að byrja leikinn hratt. Dansland fylgir þessu eftir, Maka reynar að koma þessu hérna lengra inn en nær ekki að komast frem hjá varnarmönnunum. Alfarinn setur þetta síðan aftur hérna á markið en er ekki með boostið til að fylgja þessu eftir. Porsas tekur hann bolta alla leiðina yfir, hann ætlar að klára það sjálfur. Maka nær ekki að stoppa, Porsas gerir þetta bara einn. Þeir illa þetta með Maka. Maka heldur hann ætli að taka snertinguna, hann gerir það ekki og nær að skora hérna. Vel gert hjá Porsas, 1-0 fyrir Stjörnuna. Gott kick-off hérna fyrir Ravík. Eiga nóg búst hérna, Alfarinn yfir á dönsluna sem reynir skotið en þetta rétt framhjá. Maka setur í vegginn. Ravík nær ekki að nýta sér þetta, þá kemur Stjarnan. Porsas í boltanum hérna. Láta ekki plata sig aftur, þá kemur Daxi. Stjarnan núna komin í smá vörn. Það er Alfarinn sem að situr í stöngina. Dansland kemur og klárar þetta. Það er engin varnarmaður tilbúinn í þetta hjá Stjörnunni. Porsas gerir smá mistök, situr út tilbaka. Daxi missir af honum og síðasti maðurinn er tortímt held ég. Þannig að það er, Dansland fer annað frítt skot á markið og situr það stöngin inn í staðinn fyrir stöngina út. Og núna Maka nær að koma hérna fram. Stjarnan byrjar samt aðeins betur. Alfarinn nær boltanum síðan aftur að þeim. Smári lendir hérna í dönslunni og núna Daxi með tækifæri fyrir skot. Maka þarf að verja þetta til hliðar og honum verður síðan bara tortímt. Ekki að halda þessari pressu gangandi. Maka kemur þessu bolta fram, er með boostið. Alfarinn færir þetta hann á miðina og Dansland tekur þetta síðan til hliðar en boltinn pínu stopp hér.
Maka nær síðan að koma sér aðeins lengra fram. Daxi tekur síðan aftur á móti sig. Við erum að spila hérna hliðarbolta á miðju vallarins en loksins kemst hann aðeins fram fyrir Ravik sem að hefur betur. Spurning hvort að við geta búið til eitthvað tækifæri hér. Maka fer í þetta, kemur boltanum fyrir fram að markið. Alfarin fylgir þessu eftir, Porsas gerir vel að koma aðeins út. Maka reynir flippið tilbaka en já, boltinn deyr aftur hérna. Maka stoppar samt Smára strax frá því að komast fram. Daxi og hérna lendir í Porsas sem býr til ágætt í sókn fyrir Stjörnuna. Maka setur út í horn. Smári setur hann fyrir. Nær ekki annars snertingu, þá fer Alfarin í loftið. Og Maka kemur hérna með gott skot sem að Daxi þarf að verja. Danstan missir af þessum. Þeir eiga lítið búst núna. Nú tækifæri fyrir Stjörnuna. Smári setur hann fyrir en þarna bara engin Stjörnumaður mættur. Danstan fer þá í loftið í staðinn á lítið búst. Porsas mætir. Alfarin á no búst. Daxi nær honum samt sem áður, vel gert hérna. Alfarin, góða stjórn hérna á boltanum. Fer fram í einum. En Smári nær þessum. Bæði lið svolítið í miðjuspilinu núna að ná boltanum á hver öðrum. Danslan, Daxi, ekkert búst þarna Danslan fyrst að átta sig, Porsas. Gott 50 hérna á ekkert búst samt sem áður. Þá kemur Smári, nær að fífla Alfarin hérna, þetta var svolítið vandræðalegt. Danslan í loftinu núna. Nó búst hérna, reynir skotið, gengur ekki. Smá hík hérna á báðum liðum, það vantar smá upp í sóknarleiki núna. Þegar ég segi það, þá kemur Stjarnan með gott skot sem að Maka að verja og nú enginn í markinu hjá Stjörnunni. Danslan fer hátt með þetta samt. Þetta pínu hægt hjá þeim. Það þurft að koma bara aðeins hraðar en Porsas hinum megin. Ætlar að klára þetta aftur sjálfur og gerir það. Þetta kemur það loksins. Porsas nær að koma um alla leiðina yfir völlinn. Bara sama og við sáum áðan og nær að flippa aðeins í Maka þarna sem að, já, ég vil nú bara segja flippi bílnum sinni vitlaust til að taka móti sem bolta. Smá mistök í vörninni hjá Ravik. Stjarnan komin yfir 2-1. Það ekki sama markavislega og fengum áðan en þetta vissulega jafn leikur. Danslan reynir að fylgja sig eftir. Maka núna býr til tækifæri fyrir sjálf og sig en Alfarin líka mættur upp í loftið. Og það bara skiptir ekki máli þótt þið fara tveir hérna. Stjarnan algjörum vandræðum í vörninni. Og núna aftur Ravik með skot. Reyna að fylgja því aftur eftir en Porsas núna loksins kemur boltanum aðeins lengra út. Smári nær að fljúa eftir þessu bolta en Alfarin fær að taka hann hérna til hliðar. Maka tekur vel á mótunum, fylgir þessu vel eftir, fer í flippin. Og Alfarin kemur skotinn á markið. Það Ravik sem að jafna leikinn hér. Þeim líst ekkert á að vera undir. Strax þau finna sig í þá stöðu þá kemur þetta flotta spil hjá þeim. Þessi flotta sókn. Ravik strax búinn að jafna leikinn. 40 sekundur hérna eftir og gott kick-off hérna fyrir Ravik. Porsas fær tíma á boltanum samt sem áður. Fer yfir Alfarin. Nær ekki yfir Maka, þá kemur Daxi. En Maka hérna kaupir góðan tíma fyrir Ravik. Kemur boltanum fram. Danslan með gott 50. Og Smári í smá vandræðum á móti Alfarinum. Daxi yfir á Smára. Maka í hornið. Smári aftur hérna. Það örfá sekundur eftir. Erum við að fara í fyrstu framlengingu Daxis núna hérna. Bolti má ekki detta niður, Alfarin reynir en við erum að fara í fyrstu framlengingu dagsins. 2-2 hérna. Gullna markið sem að skilu þessi lið af. Stjarnan með boltan í höndunum en gefa hann eiginlega bara frá sér hérna yfir á Maka en Smári fylgir þessu vel eftir. Daxi núna næstu til að mæta. Fer ekki í boltan og leifir Maka koma með boltan hérna alla leiðina upp en Porsas tekur síðan vel á móti. Með flugið og kemst ekki fram hjá dönskunni en Daxi tekur síðan strax aftur boltan. Kemur hann hérna hoppu. Smári missir af þessu. Porsas nær ekki að koma fram hjá Maka. Núna Maka með tækifæri með skoti. Smári þarf að verja á línni. Ravik
orðnir líklegri hér. Alfarinn fær tíma á hliðinni en já, missir hann síðan strax frá sér. Danslan kemur honum aftur hérna fyrir framan miðjumarkið en Maka núna, það ekki að gera mikið úr þessu og Stjarnan spila góða vörn. Kemur þessu núna hérna fyrir framan markið, Smári ekki að fylgja þessu, Porsas ekki alveg nóg nálægt og Ravík í algjörum vandræðum. Smári heldur pressunni gangandi, kemur boltanum fram hjá tveim. Alfarinn síðasti maðurinn til að bjarga þessu. Porsas hittir ekki boltan, Daxi missir á honum og Danslan að fara með hann alla leið. Daxi nær vörslinni í stöngina út. Stjarnan rétt lifir af, Maka kemur með annað skot, Daxi verður aftur, Smári kemur honum síðan út í hornið sitt. Stjarnan rétt svo lifir af þessa sókn og já, núna mætti sjálfur í sína sókn sem að lítur nú ekkert allt og vel út. Porsas í loftinu, fer fram hjá Danslan, setur hann í vegginn en Alfarinn nær þessum bolta. Daxi þá í loftinu á ágætis búst hérna. Smári með gott skot sem að Maka ver. Tortimingin hérna, náður að nýta það, nei, Smári þessir á honum, hann Maka á móti Daxa, gott 50. Danslan með skotið, Porsas ver. Alfarinn stelur þessum af Daxa. Á ekkert búst hérna, nær góðu skoti. Danslan í loftið. En Porsas stelur þessum og þessu dettir niður hérna Maka. Og Daxi setur hann fyrir, náður að nýta þetta, Smári, nei! Porsas setur hann langt niður í hornið hjá sér, þar Daxi tilbúinn. Maka með bústið, neglir þessum fram. Porsas í loftinu, fram hjá Danslan. Ágætis 50 á móti Alfarinn, þá kemur Smári með góða fasta sendingu. En Maka búinn að vera flottur í þessum leik, mættur, tilbúinn í þetta, þá fer Danslan á móti. En Smári hérna smellir þessum niður. Danslan setur þennan upp, Smári mætir þessum. Daxi kemst í þennan, Smári núna með opið mark þar sem að Daxi ýtir Alfarinu frá. Og það eru 3 mínútur sem við fengum hér aukalega fyrir Stjörnuna til að loksins klára þetta. Stjarnan hefur betur hér en það ekki mikið á milli þessara liða. Ravík búinn að standa sig stórkostlega hér á móti Stjörnunni. Sjáum það Maka stigahæsti maðurinn í þessum leik, stóð sér frábærlega. 5 vörslur, 3 skot. Nóg í þessu. Hinum megin Daxi með stórkostlegan leik. 4 vörslur og 3 skot. Porsas með 5 skot yfir allan leikinn. Sjáum það að hann klálega maðurinn sem er helstur í sókninni hjá Stjörnunni og já, Maka alltaf maðurinn sem mætir honum. Maka búinn að standa sig vel og einmitt á móti Porsas að mæta honum í loftinu. Það skiptir máli. Förum yfir í leik númer 3. Stjarnan komin í 2-0 en nóg til hjá Ravík til að koma sér aftur inn í þessa viðureign. Mætir á skýjavöllinn. Við erum komin á stað í 3. leik. Smári með góða stjórn á boltanum hérna núna. Setur hann niður. Danslan fyrstur að átta sig. Maka með gott skot sem að Daxi ver. Daxi með erfiða sendingu aftur á Porsas sem á ekkert búst sem að gera þetta erfitt fyrir Stjörnuna. Svo kemur Tortimingin hérna inn núna. Maka setur hann í hornið. Stjarnan nær að sitja þennan og kaupa sér smá tíma. Daxi setur þennan niður. Danslan á móti Porsas. Porsas hefur betur, þar Alfarinn. Daxi
fara tveir saman hérna og Ravík hérna bolta. Smári í loftinu. Porsas tekur við á skotið og þetta sama saga. Porsas skorar fyrsta mark leiksins. Já, Porsas búinn að vera svo duglegur í þessari sókn hjá Stjörnunni. Já, þeir leika sér pínu mikið með þess að slá, annarkvort fer það í slána út eða sláinn inn hjá þeim. En Ravík þurfa að finna núna markið strax til að mæta. Dansland leitar að Maka þarna, finnur hann ekki. Porsas nær að komast fyrir. Porsas núna leggur þetta aðeins hérna upp en það tekið af honum. Daxi og Smári spila þetta síðan vel saman hér. Smári fær tækifæri, kemst alla leið, fer í tvísmelluna eða hvað, gefur þetta yfir á Porsas sem fer sjálfur í tvísmelluna. Þeir eru 3 í markinu sem að ná að bjarga þessu. Alfarinn nær að komast fyrir þetta. Porsas heldur þessu gangandi. Með tækifæri hér, kemur hann ekki fram hjá Maka. Smári núna upp í lofti, situr hann aftur fyrir fram að marki. Daxi með tækifæri, nær ekki skotinu en Porsas fylgir þessu eftir. Daxi situr þetta síðan aftur til hliðar en Alfarinn með tækifæri hinum en þetta bara skot á markið, þetta ekki bara á mark! Alfarinn hér tækifærið. Daxi, smá mistök, nær ekki að koma nú nóg langt yfir á Smára. Smári alls ekki tilbúinn í hann að bolta og Alfarinn nýtir það vel, jafnar fyrir Ravík. 1-1 í þessum leik, séð þetta oftar en einu sinni í dag hérna. Daxi í loftinu, Alfarinn stilur þessum bolta, fær 100 bústið hérna líka, en Porsas mættur, reynir að búa til sókn, en Maka, Smári mætir vel samt sem áður, Daxi setur hann tilbaka, Porsas neglir þessum fram, Alfarinn tekur þennan í horni og finnur Maka. Fer á stað í sóknina, fer fram hjá tveimur hérna og þetta hættulegt Dansland en Porsas mættur og ver þennan. Alfarinn missir að þessum á, ekkert búst samt sem áður. Smári hérna með gott skot. Fyrir bumpið en þarna enginn til þess að nýta það. Porsas núna í loftinu fer fram hjá einum. Og Maka með frábæra vörslu, Stjarnan í góðri sókn hérna núna. Smári heldur þessu gangandi. Dansland kemur þessu frá og kaupir smá tíma. Þá kemur Porsas í staðinn. Maka setur þennan út. Daxi næri ekki þessum og þá geta Ravík komið í sóknina. Smári með vörsluna. Stjarnan búin að halda þessari pressu svo lengi en núna Ravík sem með boltan og með pressuna. Smári kemur upp í loftið, nær ekki að fylgja sig eftir. Porsas nær að taka hann til hliðar áður en Alfarinn fer í þetta. Hann fær bara boltan aftur til sín. Maka, fylgir þessum bolta ekki. Þessum að Dansland situr hann hátt og langt og bolti dettur innan niður fyrir fram markið. Stjarnan í smá vandræðum. Porsas kemur honum aðeins áfram. Smári nær þessum ekki. Daxi kemst í þetta, situr hann yfir völlin. Núna Dansland með boltan. Ravík eiga séns hér. Maka kemst ekki fram hjá Smára. Alfarinn reynir skotið. Daxi nær að verja þennan. Núna næsti maður reynir þetta en við ná þessu ekki eða hvað. Alfarinn aftur með skotið en hittir ekki á markið. Boltið núna langur yfir völlur. Dansland situr til hliðar en þar Smári mættur. Daxi nær ekki að fylgja sig eftir en Porsas gerir það vissulega, með skotið hérna á markið og nær að skora Porsas. 2-1 fyrir Stjörnuna. Vel gert hjá Porsas, góð stjórn á boltanum og Alfarinn rétt á eftir í þetta. Virkilega vel gert hjá Stjörnunni. Þó svo þeir séu búnir að vera núna undir harðri pressu frá Ravík, þá þeir konir yfir en hérna kemur Maka og þeir eru að jafna strax Ravík. Þvílíkur leikur sem við erum að fá. Gott kikka fyrir Ravík sem þeir nýta fullkomlega. 2-2. Virkilega mikilvægt fyrir Ravík að ná þessu tilbaka svona fljótt. Stjarnan og Ravík 2-2 aftur. Þetta sama saga við sáum í síðasta leik. Mínúta eftir. Getur einhver fundið markið, þeir eru að fara í aðra framleggingu hérna. Stjarnan með sóknuna, nær ekki að klára þetta. Dansland kemur þessu fram fyrir Ravík. Alfarinn núna á boltanum með smá tíma, situr það yfir á Maka sem með skotið! Maka nær að koma Ravíkmönnum yfir hér 3-2 þegar
já, rétt undir 50 sekúndur eftir. Virkilega vel spilað hjá Ravík sem eru að klóra sig aftur inn í leikinn, aftur inn í viðuregnina. Stjarnan núna með fast kick-off, Porsas fær frítt mark og það er bara sama saga í hinum megin. Þið jafnið með kick-off markið, við gerum bara hið sama og já, Porsas með sitt þriðja markið þessum leik. Þvílíkur leikur sem við erum að fá í hérna 3-3, 45 sekúndur eftir. Spurning hvort að séu fleiri mörk í þessu. Það er þannig. Porsas yfir á Smára. Það er Daxi tilbúinn og hann er að skora og koma Stjörnunni yfir aftur. Þvílíkur leikur er að 33 sekúndur eftir. 4-3. Virkilega vel spilað fyrir Stjörnuna. Stjarnan að gera, já, eitthvað rétt hér til að komast aftur yfir Ravík sem að, já, töldu sig vera komnir í svo góða stöðu hérna bara fyrir 20 sekúndum eru í algjörum vandræðum núna. Alfarinn reynar að koma sér fram en Daxi heldur pressunni gangandi hér. Núna Porsas næsti maður á boltan, kemur honum upp en Maka tekur vel á móti. Danstan neglir þessu upp fyrir Alfaran sem ætlar að spila þetta aftur yfir á miðjuna. Danstan finnur þetta. Þetta er stöngin í varnarmanninn og síðan inn þegar 9 sekúndur eru eftir. Sjáum þetta aftur. Danstan situr hérna yfir einn fyrir stöngin á Porsas. Porsas minn. Þetta var, já, algjört sjálfsmark. Þessi var ekki á leiðinni inn. Porsas búinn að skora og skora og skora báðum megin í dag hérna núna. 4 sekúndur eftir, náður að nýta sig, búa til eitthvað hérna. Danstan, Daxi heldur þessu gangandi og Smári setur hann upp. Maka. Smári, þetta er hættulegu leikur. Úf. Það er komið gullna markið núna í leik 3. Verður það Ravík eða verður það Stjarnan? Porsas nógan tíma hérna, fer í loftið, fer í sóknina, þetta er hættulegt. Og Alfarinn hérna með góða vörslu. Stjarnan byrjar með pressu hér í framlengingunni. Maka núna reyna að koma boltanum út en hann kemst ekki langt. Boltinn fer fram hjá Alfaranum. Nei, þá Danstan þarna. Alfarinn tekur síðan á mótunum. Maka með bústið í loftinu. Porsas nær að stoppa það fljótt. Daxi tekur á móti þessu bolta, fer upp vegginn. Tekur hann aftur hérna til hliðar yfir á Porsas. Alfarinn kemst fyrir það. Maka setur síðan fast skot. Smári þarf að verja þetta út. Núna Porsas hinum megin setur skotið yfir markið en setur það síðan á markið og Porsas er að skora sitt, já, hreinlega 7. mark í þessum leik. Og Stjarnan með þriðja leikinn. Er í einu leik frá því að sópa þessu og taka sigurinn. 958. Porsas. Já, ok, afsakið. Daxi fekk 1 mark þarna. Það var 4 mörk á Porsas pluss sjálfsmarkið. En, já, 958 stig. 8 skot. Það er 50% skotnýting. Já, það er nú Það er mjög gott, sko. Já, já, það er svona, já, það var greinilega vitleysa hjá okkur. Sigurvegari þessari viðreiks lendir á móti 3-4 sem að hljómar mun betur. Það er það sem ég hélt þetta ætti að vera og það hefur verið einhver vitleysa í, já, bókinni minni en það þýðir að það er í rauninni viðureign nú með 3 í dag sem að er annað þessara liða gegn 3-4. Þeir eru allan að vel heitir þessi 2 lið hér ef að þeir mæta 3-4 en 3-4 koma ískaldir inn í þá viðureign. En við höldum áfram hér, það er smá pása. Ravík sem að held ég hafi tekið pásu hér. Spurning hvort það sé hreinlega bara skipting á mönnum eða hvort það sé bara smá pása til að ná hausnum aftur, reyna að komast inn í hennar leik. Þeir eru ekki langt frá því.
Það vantar bara heslumuninn þetta á milli. Stjarnan búin að vera í smá vandræðum í vörninni. Rafík búin að vera að nýta þessa glufur sem að koma og skotin hafa verið góð hjá Rafík. Já, algjörlega. Stjarnan búin að vera með þó nokkuð mörg skot í slanda í þessum leik og Rafík eru frekar í stönginni. Þessi lið hafa skipt því svona niður á sig. En ég ætla nú bara að segja að munurinn í dag bara búið að vera Porsas. Það bara málið. Já, Porsas að spila frábæra viðureign hér og klálega maðurinn sem að stendur svona upp úr restinni þegar við förum yfir í leik númer 4. Sýnst þetta allir vera að stilla sig eins upp. Það einungis bara smá pása fyrir Rafík til að reyna að komast aftur inn í þetta því að Daxi byrjar hér frammi, missir á boltanum með Porsas, tekur hann inn til hliðar, komin upp í hornið, situr hann fyrir fram að marki. Daxi og Smári eru þarna, missa báðir á boltanum. Daxi þarf núna að fara í vörnina en situr hann fast aftur tilbaka. Porsas ákveður að taka hann inn til hliðar, klemmir hann síðan upp fyrir Daxa sem að situr skotið. Maka rétt nær þessum, Smári fylgir þessu eftir, Daxi situr annað skot sem að fyrir fram hjá. Og Stjarnan að byrja með gríðarlega sókn hér fyrstu 30 sekundunar. Þung pressa hérna frá Stjörnunni sem að setur hérna bolta bara beint aftur á vallarhelminginn hjá Rafík. Daxi í sókninni. Danslan missir á honum. Maka fer í hornið, losa pressuna og býr til sókn fyrir Rafík. Ná ekki að nýta það. Smári kemst ekki fram hjá Danslunni. Porsas neglir þessum fram og þetta erfið staða núna sem að Rafík í. Porsas nær sendingunni, þar engin Stjörnumaður. Alfarinn núna, Daxi með vösluna, þar Maka, Smári mættur og nær að trufla. Danslan setur upp, reynir að finna Maka, Porsas mætir þessum. Alfarinn setur hann niður á Danslan. Smári setur hann hættulega fyrir en þar Porsas mættur. Maka og tekur Smára af boltanum hérna. Porsas, Alfarinn aðeins smá miðju spil hérna í gangi. Bæði lið að reyna að finna sóknartenginguna hérna núna. Núna Alfarinn með smá tækifæri hérna upp völlin. Nær ekki að koma nógu vel fyrir fram markið þar sem að Smári truflar hann. Maka missir af honum. Núna Alfarinn reynir að koma aftur upp en missir boltan frá sér. Daxi mættu með boltan fyrir fram að Smára. Smári missir af honum þarna. Porsas núna reynir að setja hann inn. Kemur honum á markið en Alfarinn lappar með þennan út. Ekki allt og langt samt. Danslan þarf núna að sækja boltan aftur á bakvegginn sinn. Porsas kemur og tekur hann af honum en situr það allt og fast fram hjá markinu. Daxi núna að reyna að búa eitthvað til en Danslan les þetta og gerir þetta vel. Alfarinn setur bara fast skot hérna á bakvegginn. Smári þarf að koma því út. Núna Porsas upp í loftinu með bústi, getur hann farið yfir allan völlin, kemst fram hjá einum. Maka nær að trufla þetta í þetta skipti. Alfarinn núna með skoti hinum megin, gerir þetta gríðarlega vel. Daxi á línunni, Maka nær ekki að koma og tímanlega. Porsas núna með tækifæri aftur hinum megin, þetta bara Porsas sem að klára þetta. Það engin annar á vellinum, þetta bara Porsas. Gríðarlega vel gert hjá Porsas sem að virkilega að standa sig í þessum leik. 1-0 fyrir Stjörnuna. Þetta mark var lengi að koma hérna. Porsas núna ekki að nýta þetta. Maka fer fram hjá Smára á lítið búst. Finnur Alfarinn sem að finnur sendingunni hérna niður yfir á Danslan og Porsas mættur. Nei, Smári fyrirgefðu. Danslan truflar hann. Maka reynir að finna sendinguna. Daxi fer í þetta. Danslan á lítið búst en vinnur 50 og móti Porsas. Smári setur hann fyrir. Maka neglir þessu fram og þetta bara mark! Hvar Stjarnan í vörninni? 1-1 hérna. Gott fast skot, Daxi ekki tilbúin í þetta og Porsas,
ekki nóg nálægt til að taka þetta. Ég veit ekki hvort að Smári hefði átt að vera þarna eða hvort að Porsas var bara of lengi að komast tilbaka. En það því að Ravík komið inn í þennan leik. 1-1 og 1,5 mínúta eftir. Við höfum nú séð nokkur kick-off mörk og mjög mörk koma á stuttum tíma. Þannig að nóg til Daxi núna í loftinu með bústi, kemur honum fram, Smári fylgir þessu eftir og það bara að vera að tortíma allir í vörninni. Porsas sá það, hleypti sínum mönnum bara yfir í opið mark. Stjarnan kemst aftur yfir með, ég fíla aldrei að sjá svona mikið af tortímingum en þetta partur af leiknum. Núna Porsas fylgdi þessu eftir með engu bústi, næri þessu ekki. Núna Smári upp í loftinu, fylgir þessu vel eftir, kemur honum fram hjá einum en Maka síðan aftasti maður tekur á móti þessu. Daxi núna upp í loftinu, nær boltanum, þetta fer beint á dönsluna sem að setur bara skotið. Porsas þarf að verja það. 50 sekundur eftir þegar Daxi fyrir upp í lofti, sendir hann yfir á Porsas en hann ekki á réttum stað til að taka á móti þessum. Maka, allt bústið í heiminum hér, kemur honum fram hjá tveim. Porsas, síðasti maðurinn, nær að koma fyrir þetta. Núna Smári kemst í loftið, tvíspennu Daxi, hvað ertu að gera og ferð fyrir þinn eigin mann? Þetta var algjör vitleysa hjá Daxa. Þetta svona það sem maður sér þegar þú ert einn að spila og núna Ravík næstu búinn að skora hinum megin á vellinum. Smári setur þetta fyrir fram á sitt eigið mark en Daxi kemur honum fram. Maka nær að verja þennan, Porsas næsti maður til að reyna. Smári setur þetta tilbaka, Daxi þarf að vera tilbúinn í þetta, hann ekki með bústi. Dansland kemst ekki fram hjá Porsas og núna tíminn að tikka niður, þetta lítur ekki vel út fyrir Ravík. Daxi vill koma sér niður á jörðina. Boltinn ennþá í loftinu, geta Ravík menn klára þetta hér. Smári setur þetta hátt og langt upp. Daxi kemur þessu síðan loksins niður og Stjarnan klára þetta með sóp. Þetta var ekki alveg það sem þú vildi samt sjá hjá Daxa. Nei, Það var ekki langt frá því, stigahæsti maðurinn, ekki langt frá því að gefa Ravík séns á að komast aftur inn í þessa viðureign. Og hér falla þeir niður í losers bracket. Þeir eiga ennþá séns á að spila og fá að mæta hérna 29. Og Stjarnan mæti síðan 3-5-4 hér á eftir. En þetta var algjör viðureign sem við fengum hér. Meðan við leikina þá var þetta ekkert sópur. Nei, nefnilega ekki, en Stjarnan bara nýtti tækifærin og kláraði þetta bara á seinustu mínútunum. Já, algjörlega, og þegar við segjum að Stjarnan nýtti tækifærin þá pínu hægt að segja að Porsas hafi nýtt tækifærin. Já, reyndar. Ótrúlegur á boltanum, kom sér oft bara einn upp allan völlinn og skoraði sjálfur, eða þá eins og síðasta marki sem að Stjarnan sýndi, þá var það Porsas sem að gera 2 tortímingar, þannig að liðið hans getur bara pota boltanum inn. En ekki það að taka neitt frá strákunum í Stjörnunni. Porsas náttúrulega bara leiðtoginn þeirra og sýndi það hér og nú að hann leiðtoginn og þarf að vera á staðnum til að þeir eru að spila sin besta bolta. En Stjarnan allan búin að tryggja sér áfram hér og fá að spila aðra viðureign í dag. En Ravík dottnir út í dag allavega en ekki dottnir úr keppninni, fá að mæta aftur hérna 29. þegar það verður LAN hér á staðnum. Og við erum að fara í smá auglýsingabreik áður en við förum í næstu viðureign sem Dusty gegn Oman, ekki fara langt. Býttu hann að skipta akrein?
komið sæl aftur, við erum mættir hér í GR-verkdeildina úrslitakeppnin og við vorum að sjá Stjörnuna sópa upp Ravík hér í fyrstu viðureign og eru núna að fara í næstu viðureign sem að verður Dusty gegn Oman. Já, 4. og 5. sætið. Já, Dusty hafði betur í báður viðureignum hérna í deildinni og Oman hefur einungis unni Ravík allavega að hinga til en sjáum til hvað þeir geta gert hér í dag. Við ætlum að vera bara freka fljótir í þessu, þannig að við hoppum bara strax í Dusty liðið, sjáum hvernig þeir fá að stilla sér upp hér í dag. En mér finnst nú mjög líklegt að verði einn afmælisstrákur hér á vellinum á eftir. Já. Sjáum það Dusty, það er Vatima, Crypto, Usyk og Bins og það er einmitt Vatima sem á afmæli í dag. Já, til hamingju með daginn, Vati. Til hamingju með daginn, Vati, það er Homer Simpsons meistarinn. Ég leist ekki aðeinslega vel á því hérna í síðustu viku þegar þú tókst upp bílinn og ég var til í að sjá meira af honum. Hann er flottur og bleikur, passa við Dusty-merkið. En skemmtilegt lið sem við fáum að stilla upp hér. Við höfum eiginlega ekkert séð Bins, ég man ekki eftir að hafa síðan allavega ekki þegar ég var að lýsa. Ég man ekki eftir honum, en... Nei, ég held að Vatima, Crypto og Usyk hafa nú bara alltaf verið að spila. En þeir hafa verið að spila nú ágætlega í gegnum deildina, hafa tekið einhverja leiki af eins og 3-4 og öðrum áður og hafa náttúrulega bara unnið frekar örugt bæði á móti Ravík og Oman náttúrulega að hinga til. En við fáum að sjá núna Oman. Það er næsta liðið sem að mætir Dusty hér í dag. Þeir stilla sér upp svona, það er Bissy, Omo, Vano og Chrissy. Og Omo átti nú held ég bara afmælisdaginn í, hvað var það, gær eða eitthvað svoleiðis, held það. Já. Þannig að það er afmælishelgi hjá strákunum. Og nú er bara spurningin hver er að fara að fagna afmælinu sínu betur. Það er Omo eða Vatima? Það er bara mjög góð spurning. Já, við fáum kannski bara að heyra frá þér. Hver heldur að sé að fara að vinna hér á eftir? Sko, Dusty er náttúrulega frábærir og Oman eru gott lið líka á þegar þeir hafa sína daga. Ég ætla að vera Oman megin í dag og segja 4-3. Þetta verður langur leikur. 4-3 Oman. Ég ætla að vera ósamlega Oman eru ekki mættir hér að spila í dag, þannig að það er ekkert landbúst komið í ganga þá og ég ætla að segja 4-1 Dusty. Ekki sópinn? Nei, engin sópur. Ég spáði nú 4-2 áðan og það var nú ekki langt frá því að Ravík átti einhverja leiki á móti Stjörnunni en ég vil nú ekkert sjá fleiri sópa hér í dag. Það verður, þó mér finnst nú líklegt að það sem að þessi lið er að fara að lenda á móti Þór næst, að Þór geti sópað á. En við sjáum til þegar við förum í leik númer 1 milli þessara liða, það er Dusty gegn Oman. Stutt flyover, við erum að hoppa beint inn í leikinn. Sjáum að engin sérstök breyting á liðunum. Við erum að fá þessi klassísku line-ups hér. Vano, Bissy og Omo, Oman megin, Usyk, Crypto og Vatima hjá Dusty. Vatima reynar að koma þessu bolta fram. Bissy og Vano núna saman í þessu, setur skotið á markið, Usyk nær að verja. Oman sannlega líklegir hérna fyrstu hálfu mínútuna en Usyk núna kemur boltanum fram. Spurning hvort hann getur komið honum yfir á Vatima sem að mætir. Við gerum þetta vel. Crypto fylgir þessu síðan eftir, feikar 1, feikar 2, kemst fram hjá 2 en nær ekki að komast fram hjá 3. Dusty ekki langt frá því að skora fyrsta marki hér. Vatima reynir að halda þessu gangandi núna boltinn alla leiðina yfir á marki hjá Dusty og Crypto. Verður þetta bara til hliðar og núna sóknin hjá Oman allt í einu orðin hættuleg. Omo nær ekki að búa til meira úr þessu og Bissy þarf að koma tilbaka hérna, sitja til hliðar yfir á Vano. Vatima mætir honum. Usyk mætir hátt upp á móti Omo og
já, ekkert hræddur við það að missa hann framhjá sér þarna, en Bissi núna upp í loftinu, Vano með honum, geta þess þetta á markið, nei, en núna Crypto hinum megin með boostið í hotvegnum, getur hann konum fyrir fram á markið, bömpar varnarmannunum frá, en það dugar ekki og þessi lið eru bæði að sína flotta takta hér til að byrja með. Úsík framlengir þennan yfir á vallarhelming Ómon, Crypto nær honum ekki. Vano er í loftinu núna, einn á móti Úsík sem á lítið búst og hérna er Vano og er að skora fyrsta mark fyrir Ómon. Virkilega vel gert og Úsík átti lítið búst til þess að geta gert eitthvað í þessu. Vano var ekki með í seinasta leik þegar þessi lið mættust. Spurning hvort að það verði herslumunurinn í dag sem hjálpi Ómon. 1-0. Sáum það allan að útlendingurinn gerði mikið áðan fyrir Stjörnuna. Spurning hvort að Vano geti gert hið sama fyrir sitt lið. Ómo situr boltanina fyrir fram á markið. Valdimar tekur hann síðan langt fram. Getur hann komist fram hjá Bissi. Hann situr flippið en Bissi nær að verja þennan. Vano kemur honum út til hliðar á Ómo. Hann nær ekki að taka boltan langt. En boltinn núna bara pínu stopp þar sem að flestir mistu bara af honum þarna. Og Úsík fær að taka þennan á bakvegnum. Vano kemur honum aftur aðeins fram en Úsík tilbúinn í þetta. Crypto fylgir þessu eftir aftur á Úsík sem að situr á Valdimar. Hann er með tækifæri, missir af honum. Og já, núna Crypto aftur fyrir fram á markið. Það er Bissi sem að kemur þessu út. Vano ætlar að búa til einhverja takta þarna. Bissi fyrir aftur upp í þetta. Núna Vano situr þetta, reynar að koma sér aftur á markið. Crypto tekur þetta bara af honum og Ómo þarf að koma sér yfir á Bissi. Valdimar með sendinguna tilbaka, Crypto býður og gerir þetta meistarlega vel. Gott 50 á móti, Vano, Crypto með skotið og er að jafna fyrir Dusty. Vano náði ekki þessum bolta. Góð sókn hjá Dusty og Crypto klárar þetta lista vel hérna. Staðan orðin 1-1, bæði lið vel inn í þessum leik, þannig að þetta gæti farið á báða vegu hérna. Ómo með stjórn á boltanum, leggur í hliðarvegginn, Úsík. Vano, Crypto á undan, finnur Úsík. Finnur Vanda sem er að koma, Dusty í 2-1. Flott sókn hjá Dusty og Ómo átti bara ekki bústið í þetta. Virkilega vel spilað. Valdimar misti klálega ekki að þessu skoti, nýtti þetta vel í þetta skipti og já, kemur Dusty yfir þegar 2 mínútur eru eftir. Vano reynar að koma þessu bolta fram, gerir þetta vel, Ómo fylgir eftir en Bissi ekki tilbúinn í næsta. Það sem að Crypto tekur þetta bara alveg að sér. Úsík núna næsti maður til að fylgja þessum bolta upp. Kemur hann núna hérna fyrir neðan og já, Vano tekur boltan af Valdimar áður hann kemst í hann. Crypto núna fer alla leið sjálfur, nær annað touch og Vano þarf að verja þetta. Þeir fara samt 2 í þetta, þannig að Valdimar getur komið boltanum aftur fyrir fram á markið. Bissi kemur hann aðeins lengur út, Úsík nær að stoppa þetta. Valdimar er ekki tilbúinn í þennan bolta. Crypto kemur síðan og kemur boltanum fram aftur. Valdimar fylgir þessu síðan eftir. Nær að tortíma einu, Vano bjargar því. Ómo ekki hérna alveg tilbúinn í að taka við boltanum og Vano reynar að gera þetta sjálfur. Bissi núna í smá vandræðum. Valdimar með skotið, Ómo vera á línunni og það er Dusty sem eru hreinlega líklegri til að bæta í hér. Og núna hins vegar Vano með tækifæri. Stoppaður á Úsík, Crypto situr þetta aðeins og hátt þannig að Bissi kemst fyrir þetta. En Crypto gerir bara svo vel að fylgja sér eftir. Ómo í algjörum vandræðum. Valdimar er að reyna að koma sér á markið en nær því ekki og Dusty er ekki að ná að klára að skora tækifærin sín. Núna Úsík gegn Bissi. Úsík hefur betur og á móti Vano líka. Hann er að spila þetta mjög vel hérna. Þessi 50s er að ganga vel hjá honum. Valdimar núna missir að boltanum og eða hvort hann ætlaði bara að fara beint í Ómo en Ómo tók vel á mótunum. 13 sekundur eftir, Ómo þurfa að finna markið hér og nú. Boltinn í loftinu, Ómo fylgir þessu, Vano núna með tækifæri með boostið en missir boltan af Crypto og Crypto er að klára þetta hér 1 sekúnda eftir og Crypto skorar 3. markið fyrir Dusty.
Vel gert hjá Krypto að nýta tækifærið á móti Vano sem var steinasti maður sem ætlaði bara að reyna að fara í sóknina til þess að reyna að jafna þetta. En Dusty að sigra hérna fyrsta leikinn í þessari viðureign. Vel spilað hjá Dusty. Já, góðu leikur hjá báðum liðum, stóðu sér frábærlega. Krypto, já, aðalmaðurinn á þessum velli. Vano búinn að standa sér vel hér líka og já, svona smá mistök sem maður hefur séð inn á milli í þessum leik en samt mun stöðugri finnst mér heldur en fyrsti leikurinn hérna sem við sáum áðan hjá Stjörnunni og Ravík og þessi lið alveg klálega tilbúin í þennan slag. Spurning bara hvor hafi betur. Akkurat þessi leikur var Krypto bara með alla stjórnina en spurning hvort að Oman hafi einhver svör. Já, Oman áttu alveg tilkall í hennar leik og spiluðu góðan bolta og þurftu kannski bara aðeins að nýta færin í rauninni. Það er það sem vantaði upp á. Já, spurning hvort að ég vil ekki bara fara í eitthvað smá meira flip til að reyna að búa til öðris í tækifæri. Það er svo, já, bæði Usyk og Krypto eru orðinni svo gríðarlega góðir í þessum svona klassísku varnarleik og Vatima er reyndar búinn að vera stórkostlegur á svona síðasti maðurinn á línunni en þá þarf oft að búa til bara aðeins öðruvísi sóknir til að koma boltanum fram og aðeins að breyta til, koma smá rugling í Dusty. En við erum að fara að hoppa yfir á leik númer 2, sjáum hérna yndislega leikfang. Mín vegna mætti þetta vera bara alltaf leikvangurinn fyrir utan síðasta leikin. Þetta er eitthvað svo friðsælt. Friðsælt og fallegt. Spurning hvað Oman gerir í þessum leik. Breyta aðeins til. Keyra kannski aðeins meira á Dusty. Við séð að líka liðir fara að breyta kannski yfir í smá tortíminga taktíka þá hérna geta dottið inn mörk sem að geta breytt leiknum. Já, algjörlega. Var smá tæknilegir erfiðleikar hjá einum í lið Oman og þess vegna er smá pása en hljómar eins og við séum að detta aftur í gírinn. Já, ég heyr allavega tölunar koma niður og við byrjum leik nummer 2, Dusty gegn Oman. Dusty hafði betur í fyrsta leik en Oman með fullt af trikkum í boði til að komast aftur inn í þetta. Krypto byrjar hér með boltan. Það er ekki að fljúga honum langt. Usyk þarf að taka móti þessum, gerir vel að komast fram hjá Omo en Vano mæti síðan vel á móti. Vano aftur komin upp í lofti, situr fyrir framan Omo en Krypto nær að komast fyrir þetta. Busy síðusti maður hjá Omo sem að þarf að verja þennan. Usyk kemur síðan á móti, boltinn stopp í loftinu. Omo valdi maður að fara báðir í þetta en Vano fær síðan gripinn. Kemur boltanum hér fram, missir hann aðeins frá sér og Krypto kemst í þetta. Omo hann verja ágætlega hér, leik nummer 2. En Vatima situr upp á Krypto sem að kemur honum fram en þau þurfa að hafa aðeins meiri stjórn á boltanum. Hérna kemur það frá Usyk, gerir það gríðarlega vel fyrir flipparann en engin annar tilbúin í að mæta þessu fljótt. Vatima kemur síðan nær einhvern veginn að smetla honum hann niður og fylgja honum eftir en það duði ekki til. Omo núna í loftinu, kemur hann niður á Vano upp vegginn, getur hann komið honum alla leið. Nei, stoppar bara strax þarna í vörninni. Krypto með skemmtilega sendingu eða hreinlega bara skot en lítur út fyrir að Dusty hafi aðeins betur hér byrjun þessar leiks. Vano reynir að losa pressuna en Vatti bara skorar hérna. Lúmskot sem að fer á markið og fer í samskeytinu inn. Vano er bara að reyna að losa pressuna en Vatti er fljótur átt á sig. Þetta er bara sláinn inn upp úr þurru hérna. 1-0 fyrir Dusty. Já, hérna hér. Gott kick-off hérna. Og Vatima trublar hérna Vano.
Þetta gæti orðið hættulegt fyrir Ómon. Usyk í loftinu á ágætisbúst. Finnur Vatta en Bissi með gott 50. Krypto heldur sókninni gangandi, þetta er hættulegt. Usyk yfir á Vatta. Ekki nógu nákvæmt. Krypto hérna góð stjórn á boltanum með tortimingunni en þeir ná ekki skotin á markið. Vano nær ekki gera mat úr þessu. Ómo reynir sendinguna fyrir. Krypto er með boltan núna, reynir að búa til sendingu. Bissi kemur þessum fram yfir á Vano sem nær ekki skotinu. Usyk í loftið á ekkert búst. Gott 50 á móti Ómo. Þá kemur Bissi. En Vatima slér við honum. Vano nær þessu af Krypto en þarna er Usyk og þetta getur verið hættulegt hérna. Það setur hann fyrir en þarna er bara engin tilbúinn. Og tortimingarnar eru miklar hjá Dusty. Usyk reynir að fylgja sér eftir en bolti núna loksins að koma yfir á Dusty vallarhelminginn. En Krypto tilbúinn að koma honum strax aftur yfir. Vano tekur á mótunum hérna, er ekki með bústi til að fylgja sér nógu langt eftir og Usyk stelur honum. Vatima kemur honum fram, Ómo ekki með búst. Lítið sem hann getur gert hér, nær bústinu hana í horninu og Usyk kemur pressunni áfram upp. Vano nær loksins að leysa þetta aðeins meira. Ómo kemur þetta fyrir fram á markið, Usyk á réttum stað. Núna Vatima með bústið, spilar upp á vegginn fyrir sjálfan sig og kemur honum fram hjá einum, nær næstu að fíblast í þeim öllum en Vano nær að taka móti þessu. Usyk stoppar síðan sóknina hjá þeim. Krypto er með möguleika hér, situr hann í bakvegginn og Vatima næsti maður til að mæta. Þeir ná að verja þetta en það er ekki nóg þar sem að boltinn lekur inn og Dusty er komin 2-0 upp. Sjáum þetta skot hérna, Ómo ekki alveg tilbúinn í þetta. Vano svona rétt nær snertingu en það bara dugar ekki til. Núna réttur mínúta eftir, Dusty komin í þægilega stöðu hér. Ómon þurfa virkilega að fara að finna eitthvað. Bissi kemst ekki fram hjá Vatima sem að spila stórkostlegan leik hér. Ómo núna næsti maður til að reyna en Usyk bara neglir honum hérna fram. Krypto fylgir þessu hátt og langt eftir. Usyk síðan með skoti, Vano nær að verja það á línni. Vatima tekur mótunum, setur hann upp fyrir Krypto. Krypto í hotvegginn fyrir tvísmelluna en Vati ekki á réttum stað til að taka móti þessum. Usyk rólur hérna, býður eftir að fá boltan en Vano kemur síðan og tekur hann af honum. Fer með hann alla leið fram. Vatima réttum stað. Krypto núna með flugið, er hann með liðsmann. Það er Usyk kemur í skoti, þvílíkt skot! Dusty að spila glæsilegan leik hér. Krypto og Usyk fara hérna saman í þetta. Usyk með glæsilegt skot upp í samskeytin, Ómon á ekki séns. Og ja, réttur 20 sekúndur eftir. Dusty mjög góðri stöðu hér. Ómo kemur þessu upp, Bissi reynir hérna tortíminga leikinn en það bara dugar ekki til. Núna Vano upp í lofti á móti Krypto og hefur betur, er Bissi með skoti, setur þetta niður en það fer ekki af markið. Usyk kemur þessu út, Krypto fylgir þessu eftir og þessi leikur er búinn, klukkan er búinn að tifa nógu langt niður og Dusty klára leik nummer 2, 3-0. Dusty að ná stjórn á leiknum, það er það sem þeir þurftu og eru sennilega í þægilegri stöðu núna, konni með 2 leiki og Usyk með frábæran leik, mjög góður. Þetta mark þarna, spilið sem að Krypto og Usyk voru að mynda þarna, mjög gott. Það var algjör snild, skemmtilegt að sjá það, sjáum að já, Dusty þurfti ekki að verja mikið, það var eitt skot sem að Usyk fekk vörsluna fyrir og já, annars hitt skoti hefur greinlega ekki hitt nógu vel og ramman en já, einungis 2 skot fyrir Ómon. Liðið er klálega ekki nóg, þeir fundu bara enga sókn þarna sem að já, var þess virði að gera eitthvað í en Dusty með
gríðarlegan leik 2 hér. Tók bara alveg yfir vellinum og spurning hvort það geta haldið í gangandi eða hvort að Ómon sé með eitthvað svar. Ef þú væri þjálfari Ómon, hvað værirðu að segja við það núna? Ég væri að segja að halda haus, halda áfram og mæta Dusty-mönnum aðeins fyrr í loftinu. Ekki gefa þeim neitt tíma á boltanum. Engin tími á boltanum er alveg rétt. Það er hvernig maður á að spila hennar bolta. En hér er Vatima strax byrjar að sækja. Hann fer bara í skotið næstu en Ómon verja þennan bolta út. Dusty reyna að fylgja sig eftir samt. Úsik kemur sig yfir á Vatima. Vatima með skoti, hittir ekki á markið. Crypto er tilbúinn að stoppa skyndisóknina hinum megin. Og núna Ómon með smá tækifæri en er ekki með boostið. Crypto gerir vel, kemur honum yfir á Úsik. Úsik fylgir þessu alla leiðina eftir. Crypto aftur komið með boost en nær ekki að koma þessu bolta yfir á næsta mann. Ómon, hvað gerist þarna? Vatima bara dauður með boltan en er í rauninni bara að bíða eftir að sitt lið fái boostið. Kemur boltanum núna fyrir fram á markið. Bissi nær að komast fyrir þetta. Úsik nær að, ekkert að komast fyrir þetta. Bissi skoraði bara. Bissi var hann rétt á undan og náði snertingun á móti Úsik og þetta kemur tóttumikinn þannig að við sáum ekki neitt. Vel gert hjá Ómon og vel gert hjá Bissi. Þurftu þetta. Algjörlega, ég einhvern veginn bjóst ekki við að þessi bolti var að leiðina inn en Bissi vissi bara nákvæmlega hvað hann var að gera. Bissi á lítið búst hérna, hættulegu bolti. Úsik finnur ekki Vatta, en gott 50. Vatti hérna með hættulega sendingu og þetta er Crypto. Nær ekki að nýta sér þetta. Vano. En Úsik stelur þessum. Úsik hérna frábær spil. Crypto. Bissi nær þessu yfir 1. En Vatti er tilbúinn. Tekur þennan bara niður. Þá kemur Crypto á móti Vano. Og hérna hættulegu bolti fyrir og þetta er engin en þeir ná ekki að nýta sér þetta. Vano neglir þessum fram, kaupir smá tíma, kaupir smá boost fyrir Ómon. Crypto í loftinu, fer fram hjá einum. Nær ekki boostinu, Ómo er rétt á undan, reynir að finna hérna Vano, náður sendingunni og Vano með frábært mark. Þvílík sókn hjá Ómon. Ómo að sína bestu takta þarna. Vano á fullkomnum stað til að taka móti þessari glæsilegri sendingu og klára þetta mark. Og Ómon búinn að finna sig í stöðu sem þeir hafa ekki fundið áður í þessari viðureign sem eru 2 mörk og þá sérstaklega 2 mörk yfir Dusty sem að eiga ennþá eftir að finna sitt fyrsta mark hér. Spurning hvort þeir ná því hérna. Vatima kemur með sendinguna og Úsik reyndi að fylgja því. Núna tækifæri fyrir Crypto að halda þessu gangandi. Úsik mætir Vano hann til að stoppa boltan. Vatima getur komið honum fyrir eða hvað. Hann gerir þetta svo vel en það veit enginn hvað hann er að gera. Ekki einu sinni liðsmennirnir hans. Þannig að boltinn fer bara fram hjá markinu og Crypto nær ekki að koma þessu strax fram en Vatima og Crypto er að spila vel saman hér. Crypto með tækifæri kemur honum á markið. Bissi verður á línunni og Vatima var ekki á réttum stað til að klára þetta. Bissi núna ekki með mikið boost en getur komið honum fram. Úsik kemst fyrir þetta. Vatima tekur síðan á móti boltanum. Einn í boost-tankinum en nær að koma þessu upp og Crypto fylgir eftir. Bissi gerir vel að koma þessu út. Úsik næsti maður kemur sér fyrir fram marki. Vatima nær að komast í boltan einhvern veginn þarna og Vatima skorar fyrir Dusty. Sjáum hérna Úsik kemur honum fyrir fram að markið. Vatima með lítið sem ekkert boost nær að koma boltanum á markið og það þarf ekki að vera fast en núna rétt undir 2 mínútur eftir og Dusty búinn að stimpla sig inn í þennan leik en Bissi, þetta lítur vel út hjá honum. Vano kemur síðan til að hjálpa honum. Er þetta leiðin inn? Nei! Bissi náði ekki að klára þetta en Vano heldur þessari pressu gangandi fyrir Ómon. Núna Crypto kemur þessu fram. Vatima yfir á Úsik. Úsik nær ekki tvísmellinni. Vatima
getur ekki fyllt þessu eftir en Crypto boostið fer upp. Ennþá með boostið, nær á flippinu, nei, en það bara skiptir ekki máli. Omo kemst fyrir, Vatima núna reynar að klára þetta en vel varið hjá Vano. Omon að spila góða vörn hér en það nóg. Vatima heldur þessari pressu gangandi. Usyk næsti maður til að koma, Crypto síðan þriðji. Vatima fær boltan inn á hinum megin, ekki með boostið. Omo náði hoppboostinu þarna og þarna deyr sóknin hjá Dusty. Vano í loftinu, fer af þakkinu. Þá tekur Omo við. Crypto neglir þessu fram. Það kemur Vano. Og nær ekki að nýta þetta en nær snertingunni og fær þarna 100 boostið. Bissi tekur við. Vano, boltinn dettur niður fyrir Crypto. Omo truflar hann. Næsti maður er Bissi. 30 sekúndur eftir. Omon er ennþá 2-1 yfir, náðir að halda þessu. Usyk með sendingunni yfir á Vatta. Þetta er hættulegur bolti sem að Bissi nær að verja og neglir fram. Á ekkert boost hérna, nær í 100 boostið í horninu þarna. Vatti, Omo. Yfir á Crypto. Gegn Vano. Þeir þurfa að skora núna Dusty ef þeir ætla að ná að jafna hérna. Þetta er Omo og yfir á Bissi. Og Omon er að verjast vel. Crypto setur þennan fyrir. Vano hátt í loftið. Vatti heldur leiknum gangandi, hérna er Vano, þetta er að detta niður fyrir markið og Omo hittir ekki en Omon vinna leikinn samt sem áður. Omon að stimpla sig hér inn í þessa viðureign, áttu þennan leik bara klálega skilið, mun betra liðið á vellinum og já, maður sér það líka bara hér að núna það voru reyndar engar vörslur sem að komi hjá Dusty. Við sjáum það eru 0 allstar í vörslunum og á meðan eru bæði Bissi og Vano með 2 vörslur. Þannig að það var nú bara mjög góð nýting. Bissi með 50% nýtingu á skotum og Vano með mark en hann fekk ekki skot á markið. Já, það þarf stundum ekkert að vera svoleiðis greinlega en ótrúlega vel spila hjá Omo til að koma sér aftur inn í þetta og nú er spurningin, eru þeir að fara að halda þessu gangandi eða er spáin mín að fara að vera sönn að Dusty sé að fara að taka næstu 2 leiki og klára þetta 4-1. Sjáum það hér eftir smá stund þegar við erum að fara að detta inn í leik númer 4. Við erum allan að fara að fá 4 leiki í þessar viðureign. Núna Vano upp í loftinu, kemur hann niður, þetta er stórhættuleg sókn hérna hjá Omon til að byrja með en núna Usyk hinum megin kemur þessu yfir en Vano og Bissi tilbúnir í þetta. Omo heldur þessu síðan gangandi nær öðru touchi þannig að virkilega mikilvægt vel gert. Usyk kemst síðan fyrir þetta nær góðu 50 á móti Bissi og heldur þessu gangandi. Núna ætlar hann að koma þessu lengra upp nær öðru góðu 50 og kemur þessu alla leiðina en Bissi fær boltan. Crypto kemur upp í loftið, vel mæltur og núna smá mistök hjá Omon en það skiptir ekki bara máli þar sem að Dusty voru ekki tilbúinir að nýta þetta strax. Núna Vatima með skotið, nær ekki að sitja alveg á marki, Bissi kemst fyrir og já, núna Vatima fer í þennan bolta, Omo í loftinu með tækifæri, nær að komast fyrir næsta touch en einhvern veginn kemur boltanum samt ekki inn. Crypto núna hinum meginn á vellinum, kemur honum í hotnið, Usyk kemur þessu fyrir en það er ekki nóg. Vatima næsti maður til að reyna hjá Dusty en Bissi kemur þessu hátt og langt og drepur þessa sókn. Crypto býr þá bara til 9, hann situr þetta bara fast en hittir ekki á markið. Það verður stór hættulegt, Oman menn ekki alveg tilbúinir í þetta. Bissi kemur þessu til hliðar, spurning hvort hann sé ekki að sitja þetta bara upp fyrir Omo. Jú, kemur hér fljúandi. Vano næsti maður til að taka mótið eða hvað, Vatima kemst í þetta. Núna Dusty með sóknuna, getur spilað hérna yfir á næsta mann en finnur engan, þeir eru ekki nógu nálægt. Usyk kemur þessu yfir á Crypto, Crypto í hliðarvegginn en fær ekki boltan aftur sem að Bissi kemst í þetta. Núna já, 2 mínútur búnar og ekkert mark komið. Ekki alveg mikill markaleikur. Omo með tækifæri hér, kemur alla leið
en nær ekki að búa neitt til þarna og já, Dusty búinn að vera aðeins hættulegri hér í þessum leik. Bissi í lítið búst, þarf að negla þessum upp, beint fyrir fram að Krypto og Vano með frábæra vörslu hérna. Alltaf munnaðir eitt að Dusty hendur hérna konir 1-0 yfir. Kominn hálfleikur en það ekkert mark ennþá komið, Vatti í loftinu. Bissi mætir honum, Úsik, en Ómo gerir vel. Krypto bumpað á boltanum, þetta hættulegur boltastall sem áður, hvað Vano að gera? Wow! Krypto, þessi að detta hættulega niður, þar kemur Ómo, Vano setur hann til hægri, sennilega að reyna að finna Bissi hérna. Vatima, Ómo, svolítið bitlaust í augnablíkinu, bæði lið bara svolítið á miðjunni. Ómo svolítið að reyna að finna sig inn í leikinn aftur. Vatima yfir á miðjuna, þar Ómo tilbúinn, þarna Vano með. En Úsik, Ómo var ekki alveg með stjórnina þarna á boltanum, Krypto kemur þessum fyrir. Vatti tilbúinn en Vano það líka. Úsik setur þennan fyrir, þar Bissi, Krypto. Kemur tóltifingin og hættulegt skot sem að Vano þarf að verja aftur. Vano hérna, Krypto. Nær tvísmellunni og skorar loksins fyrir Dusty. Þetta tók ekki nema rétt tæpar 4 mínútur. Svona bara hreinlega þrísmellan hjá Krypto sem að býr til þetta mark. Já, næstum 4 mínútur, það alveg rétt. Það sem að bæði lið búin að spila frábæran varnarleik hérna til að byrja með en núna það á Ómon að finna markið tilbaka. Dusty komnir aftur í sókn hér. Vano missir á boltanum og Úsik nær að komast í þetta á móti Ómo. Krypto setur þetta í bakveginn, Vatima fylgir þessu eftir en Ómo á réttum stað. Krypto með boostið, getur hann spilað þetta upp aftur. Kemst ekki fram hjá Ómo en boltinn í loftinu. Vano tekur þetta niður fyrir Ómo sem að fer í skoti. Krypto og Vatima fara báður í þetta. Núna Bissi með boltan, nær boostinu. Finnur Vano hérna og hann kemur honum fyrir fram að markið. Ómo tilbúinn í þetta? Nei, Vatima langt á undan. Bissi missir af þessu en Krypto ekki með stjórn á boltanum. Núna Vano kemur honum aftur út á Ómo. Boltinn, já, ætti að vera Dusty í hag eða hvað. Bissi nær einhvern veginn að fylgja þessu eftir og Vano með skotið í stöngina út. Krypto nær að komast aðeins í boltan 10 sekundur eftir. Þeir að lifa þetta af einhvern veginn hér. Ómon búin að vera stór hættulegir hérna síðustu sekundunar en það lítur út fyrir að vera renn í sandinn síðasta sekundan hér. Vano með boltan í loftinu en missir að niður jörðin á Dusty. Komnir í 3-1 í þessari viðureign. Góðu varnarleikur hjá báðum liðum og bara 1 mark í þessu. Úsik með 70 stig. Já. Það gerist ekki oft en við sáum nú að hann var alveg til staðar í leiknum en það ekki, já, maður fær ekki jafn mörg stig og maður fékk ekki í gamla daga fyrir að gera einfaldar hreinsanir og svona. Þannig að það sem hann þurfti, já, hann var nú ekkert, mér fannst hann alveg vera hann fyrir boltanum en það hefur bara ekki verið að tala sem skot og varsla. Sjáum síðan Vano hérna 417 stig. Þetta eru 3 vörslur, 2 skot en ekkert mark. Dusty, já, einhvern veginn finna út úr því hvernig að halda hreinu og komnir í mjög þægilega stöðu núna. Óman þurfa að vinna 3 leiki í röð ef þeir ætla að vinna þessa viðureign. En við erum að fara í fyrsta leik númer 5 hjá okkur, þar sem að 4 leikirnir eru búnir og þetta nú, held ég, nýr völlur sem við erum ekkert venjulega með í okkar best of 5. Við erum konir í sjóinn. Það verið að kalla eftir pásu, sjáum hvort við fáum það hér í gegn. Nei, sorry,
segir Crypto. Ég veit ekki hvort að... Já, við höldum þá bara áfram. Ég veit ekkert hvort að þið viljið pásuna eða ekki. Sýnist ekki að það allir spilandi á vellinum allavega. Þannig að við höldum bara áfram. Og Ómon núna í góðri pressu. Úsík getur hann komið honum hérna fyrir fram að Vatima. Hann gerir það en Vatima næri honum ekki. Vörnin hjá Ómon og fljótt. En Crypto með tækifæri hér. Bissi næri einhvern veginn að komast á stöngina en Crypto klárar þetta síðan. Bissi náði ekki að koma þið nógu langt og já, Crypto sjáum hérna, Bissi kemur hann hérna Vatima líka tilbúin að hjálpa honum og tróð þessu bara inn og Dusty komin í 1-0 eftir, já, rétt tæpa mínútu. Vel spila hérna hjá Dusty. Crypto í loftinu, Ómo setur þennan hættulega niður. Vano, en Vatima sér við honum. Boltinn bara hérna í loftinu, enginn svo sem ætlaði í hann. Úsík setur þennan fyrir. Bissi setur þennan fram. Crypto hættulegu bolti, það enginn í markinu og Vano hérna. Þá fer Vano í sóknina. Úsík stoppar þessa sókn. En Ómo nær góðu 50, Crypto fer þá í sókn fyrir Dusty í staðinn. Hættulegu bolti sem að Bissi nær að verja. Þetta kemur Úsík en nær ekki góðu skoti, er truflaður. Vano í loftinu, það finnur hann Bissi en Úsík með góða vörslu. Koma Dusty en Vano setur þennan bara fram. Vatima, Ómo finnur Bissi sem ætlaði að finna Vano þarna en Vano keyrði bara í burtu. Smá samskiptaleysið þarna. Dusty spila góða vörn hérna til að byrja með. Ómon ekki alveg að finna svörin sem þau þurfa að finna eitt markina til að komast aftur inn í þennan leik og bara lifa af þessa viðureign. Þetta er allt eða ekkert núna. Bissi reynir að finna einhverja glufu. Crypto kemur þessu fram hjá tveim. Vatima yfir á Úsík sem að, já, skilur boltan eða bara eftir hérna og missir hann síðan frá sér þegar Vano mætir í þetta. Crypto gerir vel að komast fram hjá einum. Ómo segi ég, kemur og mætir þessu. Það er jafn skemmtilegt að hafa tvö nöfn sem eru næstu því eins en Bissi núna kemst fram og nær ekki að koma sendingunum fyrir. Vatima réttum stað þarna, ekki með boostið, stór hættulegt spil hjá honum, kemst fram hjá einum en Bissi núna getur hann komið þessu fyrir fram að marki. Nei, segir Úsík og honum er síðan bara tortímt að Ómo. Crypto núna komum fram. Vatima smellur honum yfir á Úsík. Úsík, já, fer ekki í tvísmelluna og beið eiginlega eftir að Crypto myndi koma en hjálpin mætti aldrei. Vano og Crypto mæta hérna í 50 í loftinu, í gott 50 fyrir Crypto. Kemur honum fyrir fram á marki. Vatima nær ekki að sitja á markið. Bissi náðu að komast fyrir. Úsík núna þarf að koma sér yfir á Crypto sem hann gerir gríðarlega vel. Gott spil hjá þeim tveim. Núna Crypto og Vatima að spila áfram og já, Vano fær síðan bara boltan í hendunar en Crypto tekur það strax af honum. Orðin frekar rólegu leikur hérna þegar mínúta er eftir. Ómon þurfa að finna eitthvað hér og nú. Vano með skoti sem að fer ekki á markið. Crypto kemur þessu síðan fram fyrir Dusty. Bissi er einn í vörninni en gerir þetta vel. Lætur ekkert plata sig þarna og kemur honum síðan fram. Vatima stoppar þetta ekki. Ómo kemst í boltan en ekki nógu góð sending yfir á Vano. Úsík fer fljótt upp í þetta yfir á Crypto. Crypto núna með boostið með tækifæri þegar 30 sekundur eftir. Getur hann komið þessu inn? Nei! Vano fær boltan í hendunar. Úsík stoppar samt strax eitthvað og Vatima með tækifæri nær að setja þetta á markið og þeir skora sitt annað mark hér í þessum leik. Og Dusty, já, ekki langt frá því að tryggja sér þessa viðureign. 23 sekundur eftir, 2 mörk. Ómon þurfa 2 kick-off mörk hérna hreinlega til að vera í þessum leik.
Spurning hvað Vano getur gert þetta með fullt boost. Er með sendinguna yfir á Omo og þeir sitja niður og þeir ná ekki að nýta færið. Þarna fer þetta sennilega fyrir Omo en þeir hefðu þurft að skora þessu. Góð hugmynd samt sem áður hjá Omo, skemmtilegt spil og þetta er að renna í sandinn og Dusty eru komnir áfram. Vel spilað hérna hjá Dusty, vinna þessa viðureign 4-1. Já, Dusty að tryggja sér leik gegn Þór hér á eftir en það er Alltaf gaman að tryggja sér leik á móti Þór. Já, tryggja sér leik á móti Þór, það er bara skemmtilegu leikur, sama hvernig það fer. Þór náttúrulega búið að vera svona sterkasta liðið í gegnum tíðina bæði núna með sína uppstillingu og hvernig þeir stiltu sér upp síðast þegar Rexer var líka í liðinu í staðinn fyrir Emilvald en já, það hefur einungis 3-4 sem að hefur náð einhverjum fleirum einum leik á móti þeim og spurning hvort að Dusty getur gert eitthvað öðruvísi en já, öruggur leikur hjá Dusty hérna til að klára þetta meðan stöðu að vera svona fyrstu leikinir, Omo átti einhvern veginn meiri sjens, duttu aðeins út, komið síðan aftur hana inn í leik númer 4 til að, leik númer 3 sem þeir unnu, en Dusty vinna síðan 2 í röð og já, spáðum mín var bara hárrétt í þetta skipti. En við hoppum núna yfir í smá pásu áður við förum yfir í næsta leik sem að er sem sagt 3-5-4 gegn þeim Stjörnunni sem að unnu hér áðan, þannig að nóga leikjum eftir, ekki fara langt. Býttu að skipta akrein.
Já, komið sæl aftur, við erum mætt hér í GR-verkdeild úrslita keppnina. Við vorum að sjá Dusty vinna 4-1 gegn Oman og erum nú að fá að sjá 3-5-4 gegn Stjörnunni. 3-4 voru búin að halda sér í fyrsta sæti mjög lengi þar sem þeir unnu fyrstu viðureiknina gegn Þór og búin að bara standa sér stórkostlega. Hafa samt tapað svona, einum leik hér og þar í gegnum deildina á móti hinn og þessum liðum, til dæmis held ég hreinlega Stjörnunni og Dusty og töpuðu síðan nokkru leikjum held ég á móti Oman, held ég þurfti að fara í 3-2 ef ég man rétt þar í seinni viðureikninni en Stjarnan síðan eru búin að vera svona alls konar vinna bæði Dusty og Oman og tapa síðan hann að síðustu viðureikninni gegn Ravík, unni þá síðan aftur núna með sóp, þótt að þetta var nú ekki hreinn sópur, þá var þetta nú sópur samt sem áður og Stjarnan samt eina liðið með 3-5-4 sem að náðu leik á Þórsarana, þannig að... Já, það er endar alveg rétt, Stjarnan náði einum leik gegn Þórsarunum í seinni viðureikninni sinni þar og Þórsarunir töpuðu ekki mörgum leikjum í gegnum viðureiknina sínar en við fáum að sjá kannski bara 3-5-4 hvernig þeir stilla sér upp hér í dag hér í dag, við veitum náttúrulega ekkert hver að spila og hver ekki að spila en mér finnst mjög líklegt að þetta verði þetta klassiska Dan, Rexer og PS þar sem að Vex hefur nú aðalega verið þessi aðstofamaður á bekknum ef að kallið kemur til þar sem að til dæmis að Rexer hefur ekki spilað alla leikina og ég veit ekki, ég held að Dan og PS hafa nú spilað langflesta. Flesta, já. Man ekki allavega sérstaklega eftir því að þeir hafi mistað einhverju. Nei, hann hefur komið fyrir hvað einn leikur held ég að Rexer hafi ekki og Vex hafi dottið inn eða 1 eða 2. Já, það var eitthvað svoleiðis. Það var hann að þegar Finnarnir voru allir úti eina vikuna þá meðal annars þegar Rexer náttúrulega einn af þessum skemmtilegu Finnum sem við höfum í deildinni en við hoppum síðan bara fljótt yfir Stjörnuliði líka aftur fyrir þá sem að misti af því hér áðan. Það voru þeir að vinna 4-0 gegn Ravík og það er Smári 28 Daxi Porsas sem að stiltu sér þar upp og Skjaldbaka búin að vera sterkur, búin að koma inn í staðinn fyrir, alls konar leikmenn búin að koma inn bæði fyrir Porsas og fyrir Daxa áður og bara búin að standa sig glæsilega þrátt fyrir að vera þessi maður á bekknum og á bara algjörlega skilið að vera partur af þessu liði finnst mér. Þeir eru búin að rótera held ég svona mest af þessum liðum nema kannski Oman. Þeir eru náttúrulega búin að vera að rótera virkilega mikið líka og Ravík. Já, þannig að Dusty svona eina liðið í neðri hlutanum sem að er ekki búin að rótera liðinu svona mikið en 3-4 og Þór stilla sér vanalega bara alltaf eins upp nema bara akkurat þegar Rexer bara kemst ekki til leiks en ég er nú að búast við að sjá hann hér í dag. Já, ég hugsa að það sé mikilvægt að hafa Rexer með. Já. Þín spá? Mín spá, við erum að fara að sjá 4-3 fyrir 3-5-4. Já. Ég ætla að segja að það veri sópur, 3-5-4, 4-0. Þú ert að spá sóp hér, ég er að spá gríðarlegri keppni. Stjarnan ætlar að fara að spila 9 leiki fyrir okkur hér í dag, ég treysti á þá en sjáum hvað verður þegar við hoppum inn í leik númer 1. 3-4 gegn Stjörnunni og þeir stilla sér með sínum klassísku line-ups hér. Engin Vex og engin Skjaldbaka á vellinum en þetta er það sem þeir hafa verið sterkastir og 3-4 að byrja í sókn hér. Daxi tekur boltan hérna aðeins lengra fram, lendur á móti PS í 50 í loftinu og Rexer kemur honum fram. Smári stoppar það fljótt en PS fylgir þessu vel á eftir og Stjarnan í algjöru nauðavörn hérna bara til að byrja með en Dan og PS núna fá boltan á sinn vallarhelming. PS að leika sér fyrir mikið með bústið og gefur Porsas tíma til að koma í þetta
Porsas gerir vel að koma sér fram en Dan stoppar það vel. Smári núna næsti maður til að komast í þetta. Daxi með skotið og Stjarnan að byrja hér 1-0 og já, þeir eru náttúrulega heitari heldur en 3-4 þar sem að Stjarnan búin að spila 4 leiki hér í dag en 3-4 að koma inn í sinn fyrsta leik, kannski eðlilegt að Stjarnan byrji hér yfir. Já, Stjarnan aðeins heitari, spila virkilega vel og gott mark hérna. Smári þarna næst búinn að skora. Þá Rexer, gerir þetta lista vel. Þessi reynir að halda sókninni gangandi, þar Smári í loftinu. Dan tekur við, á ekkert búst til þess að fylgja þessu eftir. Daxi og Smári hoppuðu báðir í þetta en Daxi tekur boltan. Dan á ekkert búst. Erfitt fyrir 3-5-4 í augnablikinu, þeir þurfa að fá meira búst og þeir þurfa aðeins að keyra upp hraðan og þeirra Dan næstum búinn að skora hérna ostaköku. Og hérna bara Porsas að koma Stjörnunni í 2-0. 3-5-4 bara ekki mætti til leiks. Nei, þetta já, mér langar að segja að þetta sé pínu þekkt hjá 3-4 að vera ekki alveg mætti til leiks í svona fyrstu leik og sérstaklega þar sem Stjarnan eru vel heitir og klálega tilbúinir í slaginn en 3-4 eiga nóg eftir inni hjá sér og spurning hvort að þau getur komist strax tilbaka í þessum leik eða hvort að þau þurfur hreinlega að bíða eftir að næsti leikur byrji en þeir vilja náttúrulega ekki tapa fyrsta leiknum. Það óþægilegt að lenda strax undir í viðuregninni þegar Dan kemur með boltan hér upp. Rexer fylgir vel að eftir fyrir tvísmelluna, kemur þess á markið, varið af Smára. Núna Smári að reyna að koma sér út en Dan mæti vel á móti en missir síðan boltan frá sér og gefur Daxa tækifæri til að koma sér upp. Núna boltinn, já, fer bara með Rexer hana en hann næri ekki að fylgja sér alla leið. Dan og PS í algjöru rugli þarna, ekki að spila vel saman. Porsas fær tíma á boltanum, kemur honum fram og Rexer þarf að verja á línunni og já, Rexer gerir síðan gríðarlega vel að koma sér fram. Núna PS með tækifærið, getur hann sett hann á markið, gerir það en Smári kemur honum léttilega út. Núna Daxi setur hann hátt upp fyrir sjálfa sig en Rexer löngu mættur. PS tekur síðan boltan fram. Stjarnan þurfa að verja þennan. Dan kemur þetta á markið eða hvað Rexer nær að klára þetta. Dan með stóðstendinguna, sjáum þetta aftur. Smári missir af honum hér, Dan kemur honum síðan fram hjá Porsas og Daxi missir líka af honum. Það var einhvern veginn þannig að bara Stjörnumenn allir missa af boltanum og 3-4 búin að stempla sig inn í leikinn. Mikilvægt fyrir 3-4 að skora mark í þessum leik, aðeins að koma sér í gang og vel spilað. Stjarnan óheppin að missa af boltanum. Smári hérna tekur boltan af PS, þetta hættulegu bolti. Rexer út í hornið, finnur PS sem að setja bara lóðbeint fyrir markið. Þetta yfirleitt ekki það sem maður ætti að gera í þessari stöðu. Daxi á ekki að nýta sér þetta. Dan hérna með ekkert búst, nær 100 bústinu. Fer í loftið á ágætis búst hérna. Porsas stoppar þessa sókn. Smári neglir þessu fram, finnur bara Rexer sem að finnur Dan. Nær ekki alveg nógu góðu skoti. Á ágætis 50, þar kemur Rexer sem að neglir þessum fyrir PS sem er á skotið en Daxi með góða vörslu. Dan kaupir smá tíma, fer fram hjá Smára. PS þarna með skrýtna snertingu. Ennþá smá samskiptaleysi finnst mér í 3-5-4. Rexer yfir á Dan. Smári, Porsas, PS gerir vel, boltinn dettur í loftið. Það er engin 3-5-4 maður, bara Smári sem að spila þessu fram yfir á Daxa. PS neglir þessu og kaupir tíma. Setur hann hátt upp í loftið. Smári yfir á Daxa, þarna er Rexer. Og nær annari snertingu en þeir eru ekki tilbúinir í þennan bolta. 30 sekúndur eftir hér þegar 3-5-4 eru enn að leita að sínu öðru marki til að jafna þennan leik.
Dan kemur honum hérna fram og Rexer fylgir vel á eftir. PS, þriðji maðurinn til að komast í þetta, fer í tvísmelluna sjálfur en Smári verður á línunni og já, núna þurfa þær að koma honum burt en Rexer ætlar að halda þessu gangandi. Daxi nær að verja þetta en setur þetta á sitt eigið mark. Porsas kemst fyrir þetta þegar 5 sekundur eftir. Stjarnan að ná að klára þennan fyrsta leik hér. Smári með boltan í loftinu, hann þarf bara að koma honum niður. PS heldur þessu á lífi. Daxi upp í loftinu, reynar að koma þessu aftur niður en PS tekur enn og aftur á mótunum. Núna boltinn loksins dettur niður og Stjarnan tekur fyrsta leikinn. Engin sópur hér hjá 354. Við ætlum að koma það strax á hreinu. Það er sem að 354 klálega, já, bara ískaldir að mæta hér á móti Stjörnunni. Já, sést þarna greinilegu munur á því að byrja að spila, heldur hann að mæta kaldir í leik, Stjarnan bara klárir í þetta og 354 lengi á stað, finnst mér. Já, sjáum það oftar en einu sinni og að Dan og PS voru ekki alveg á sama róli. Rexer stóð sig glæsilega í þessum leik og reyndi svona hjálpa sínu lið að komast af stað. Einhvern veginn einu maður sem var mættu til leiks fannst mér hjá 3-4 en þetta getur breyst hratt þar sem að, já, þessi menn eru vanir því að spila svona langar viðuregnir og geta komið aftur inn. En það getur allt gerst í forboðna musterinu. Algjörlega. Fáum að sjá það hér. 3-4 Stjarnan leikur 2. Stjarnan er komið 1-0 yfir og spurning hvort það geta haldið því áfram hér. Daxi reynar að koma honum yfir á Porsas þarna en Dan fær boltan og neglur honum bara fram. Smári og Porsas fara saman í þetta, eru mistök en ná samt stjórn á boltanum. Koma honum fram, Dan þarf að verja þetta á línunni og Daxi kemst síðan í boltan. Stjarnan byrjar í pressu hér þegar Dan fær loksins smá tíma á boltanum og er með boostið, spilar yfir á PS en það er komist í boltan, þannig að ég sá ekki hver það var, sýtst það yfir á Daxi. Núna Smári og Daxi að spila vel upp völlin. Dan kemur þessu síðan langt burt og já, PS reynir að fylgja en Smári á réttum stað til að taka móti boltanum. Smári reynar að búa til eitthvað tækifæri hér en nær ekki komið þessu fyrir fram á markið. PS kemur skotinu á markið hinum megin. Porsas þarf að verja hennar til hliðar. Núna spilar þetta upp fyrir Smára sem er með boostið, er með tækifæri fyrir í flippar hann, kemst ekki fram hjá PS þar sem að Rexer kemur og hjálpar. Porsas situr síðan skotið en Dan ver það. Núna Smári reynir aftur yfir á Daxa, hann kemur með skotið, PS ver það á bakvegnum. Kemur honum síðan aðeins upp en það er bara Porsas tilbúinn að taka móti. Smári kemur honum aftur og Porsas, Rexer með boostið nær að mæta. Daxi núna næstu maður til að reyna. PS mætir honum í 50 í loftinu. 3-4 menn er ekki með boostið til að koma boltanum burt. Dan er í algjörum vandræðum, PS þarf að hjálpa, Porsas nær ekki að koma sér á markið. Smári núna með boltan, missir af honum og það er sjensi fyrir 3-4 til að losa þetta en Daxi kemur boltanum aftur fram. Rexer loksins nær að negla boltanum aðeins lengra út en Porsas tekur á móti. Rexer mætir samt fljótt og Dan kemur með skotið, nær ekki að setja þetta á markið. PS heldur þessu gangandi, Daxi kemur þessu út og við erum ekki búin að fá neitt mark þegar 2 mínútur eru búnar að þessu leik en Stjarnan mun líklegri. 2:50 á klukkunni. Stjarnan búið að vera hættuleg og 3-4 var alltaf komist yfir sinn helming núna. Rexer en Porsas gerir virkilega vel, gott 50 hérna. Það er Daxi mættur á no boost, fer fram hjá Dan og Rexer þarf að setja þennan fram. Þung pressa hérna hjá Stjörnunni. PS nær ekki boltanum en nær Porsas í staðinn. Daxi fer á stað í sókn. Kemur honum á Smára sem að reynir sendinguna. Rexer er fyrstur að átta sig. Daxi á lítið boost hérna. Smári neglir honum fram, finnur Porsas sem á ágætis boost. Reynir að fara í skotið en Dan nær þessum. Smári hérna fyrstur að átta sig. Rexer lengi að fara í boltan eins og var að reyna að átta sig á einhverju. Daxi fram hjá Dan. Rexer í loftinu núna á no boost, fer fram hjá einum. En Daxi vel staðsettur fyrir þennan.
1:50 á klukkunni og það ekkert mark komið í þennan leik. Forstas tortímt, þá tækifæri fyrir 3-5-4. Rexer á móti Daxa. Smári leysir þetta. PS heldur sókninni gangandi. Forstas. Dan nær stjórnarboltanum, reynir að fara í sóknina. Daxi með gott 50, hérna kemur hættulegur bolti fyrir sem hann Forstas neglir til hliðar. Smári núna 50 við PS hefur aðeins betur og boltinn núna fyrir fram á markið en Forstas fær hann í loftið, boostið með honum og hann skorar. Forstas er að gera þetta einn og aftur. Þetta er það sama við sáum gegn Ravik hér áðan. Það er Forstas sem er að spila þetta svo vel, næra flippunum hana yfir Rexer sem að bjóst ekki við að næri með resettið. Og já, Stjarnan komið aftur yfir í leik nr. 2. Dan nær að stoppa, Forstas fræði að fara aftur upp í lofti þarna. Núna Smári þarf að ná þessu, nær því ekki. PS getur komið þessu fyrir fram markið. Dan fer í skotið en það er varnarmaður strax mættur á móti. Núna Rexer með boostið, með boltan, getur hann komist fram hjá þeim. Kemst fram hjá einum en Forstas tekur á móti. Smári með boostið, kemst fram hjá PS, fer alla leið. Fer í flippið á móti Dan og þetta er varið í stöngina. Rexer þvílík varsla. En núna Forstas næsti maður til að reyna. Kemst ekki fram hjá fyrsta manni. Daxi kemur og fylgir þessu eftir en Rexer kemur þessu aðeins lengra út. Og Forstas fer í 50 á mótunum. Núna 30 sekundur eftir. Smári, ég veit ekki hvar þessi bolti er. Hann tortímt og myndavélinni först á miðjum velli. Þannig kemur þetta loksins. Rexer kemur boltanum fyrir framan. Dan! Smári nær að verja þetta á línunni. Núna Smári kemur þessu fram. Það sem 10 sekundur eftir. 3-4 geta jafnað þetta. Er þetta búið hér? Sjáum, Dan kemur og fylgir þessu eftir. Boltinn er ennþá á lífi. Rexer reynir að koma þessu til hliðar en nær því ekki og Stjarnan komið 2-0 upp í þessari viðureign. Verðskulda fyrir Stjörnuna, búin að vera að spila frábæran bolta og Forstas náttúrulega bara heldur áfram. Þvílíkur dagur sem hann er að eiga. Algjörlega Forstas að spila sinn besta leik. Við sjáum að við erum að fá annan leik þar sem að einhver er undir 100 stig. Þetta er ekki venjulegt í, bara þessari deild. PS með 98 en við erum að fá 3-4 timeout eftir þetta. Hvað heldur Rexer sig að segja sínum mönnum núna? Ég held að hann sé bara að segja sínum mönnum að halda haus og bara mæta í leikinn. Dan og PS eru búin að vera eitthvað hík hjá þeim báðum, finnst mér. Mér finnst þeir ekki vera að spila sitt besta. Mér finnst bara eitthvað vanta. Rexer er búin að vera flottur en það vantar herslumuninn bæði hjá Dan og PS, finnst mér. Mér finnst þetta aðeins eins og við sé ekki almennilega mættir. Nei, algjörlega. Rexer er búinn að standa sig vel en það er ekki nóg ef þú ert einn á vellinum og Dan og PS klárlega þurfa að breyta einhverju, koma sér af stað, spila sinn besta leik. Við höfum svo sem sé það áður að þegar við förum í svona úrslitakeppni að Dan missir aðeins hausinn. Það er eins og pressa nái alltaf til hans en við sjáum hvað gerist þegar við förum yfir í leik nr. 3. Hvort að 3-4 séu með svörin, séu búin að tala sig í gang eða Stjarnan haldi áfram þessum glæsilega leik sem þeir eru að spila og geti klárað 3-4 fyrir að ná 2 leikjum með viðbót. 3-4 eiga eftir að koma sér inn í þessa viðureign. Þeir verða að gera sér það ef þeir vil ekki bara lenda hreinlega í sóp frá Stjörnunni sem eru bara einbeittir og hungraðir í þetta. Algjörlega. Ég spáði þeim náttúrulega fyrir ofan 3-4 í deildinni. Þannig að 3-4 er náttúrulega búin að vera frábærir í deildinni og bara verðskulda annað sæti eftir Þórsurum. Já, algjörlega. En spurning hvort að hausinn sé farinn hér eða hvort að þeir séu búin að tala sig í gang þegar við förum í leik nr. 3 hjá 3-4 og Stjörnunni. Stjarnan búin að hafa betur fyrstu 2 leikina. Dan kemur hann fram en Daxi tekur vel á móti. Rexer er komin upp í loftið, það er opið mark
Rexer að fá frítt mark hér til að byrja með og já, ef þeir voru ekki búnir að tala sig í gang þá ætti þetta allan að hjálpa þeim. Já, spurning hvort að Rexer hafi tekið einhverja eldaræði þarna í tæmótinu og sé búin að efla sína menn, en við erum konir í 1-0 fyrir 3-4 eftir 20 sekundur. Þetta á eftir að gera helling fyrir þá. Spurning hvernig Stjarnan svarar þessu. Porsas hérna. Smára. Dan hérna ítir bara Porsas af boltanum. Það kannski það sem að þarf að gera. Það bara að hindra að Porsas fari í boltan þegar Dan kemur og að skora annað marki fyrir 3-4. Það klárlega búið að breyta taktík og búið að bæta hraðan hérna. Og 3-4, já, kannski ætti að segja að þeir séu loksins mættir. Já, allavega ekki smekir við það að fara í boltan og bara reyna skotin hérna til að byrja með. Stjarnan ekki alveg tilbúinir í þetta. Nú voru ekki að búast við þessum hraða frá 3-4 þegar við fara yfir í leik nr. 3 en Smári reynir að komast inn í hennar bolta hjá Rexer. Porsas, já, hættulegu bolti fyrir fram að markið en gerist ekkert úr þessu þegar Rexer fer með boltan alla leiðina fram fyrir 3-4. Stjarnan þurfa að finna sig aftur inn í þennan leik, eitthvað sem þeir eru ekki búin að þurfa að gera í þessari viðureign, en Daxi kemur nú boltanum fram en ekki langt þar sem að Rexer mætir vel á móti. Dan kemur síðan næstur í 50. Porsas vill fá þennan bolta á sig til að komast upp en PS tekur vel á móti yfir Rexer. Núna spurning hvort hann fylgir því. Nei, Smári kemur bara með skoti. Rexer þarf að verja hann á línunni og Porsas núna kemur hann yfir á Daxa. Nei, nær því ekki. Þeir komast fyrir þetta í vörninni og PS fylgir þessu vel eftir en Porsas með boostið aftur. Dan situr þetta yfir á Rexer. Porsas reynir að komast fyrir þetta. Stjarnan að spila góðan bolta hér. Daxi kemst í þennan bolta og Rexer þarf að finna þetta aftur. Neglir honum bara hérna upp til að eyða smá tíma. Smári fyrstur í þetta en PS gerir vel að komast þarna fyrir. Porsas á móti Rexer í loftinu. Og núna Smári ekki með bústi til að fylgja þessu en gerir vel að koma þessu aðeins fram en þurfti eiginlega að koma hann yfir á næsta mann þar sem hann var ekki með bústið. En núna Porsas að gera frábæran bolta en aðeins og fast hérna yfir markið. Daxi reynir að koma sér aftur fyrir fram að markið þegar Smári fer upp í loftið og gerir það einmitt en PS nær að verja þennan. Porsas truflar PS í loftinu en Rexer fær að taka á mót honum. Núna Rexer kemst fram hjá Daxa líka en Smári tekur vel á móti. Við erum komin í hálfleik þegar það er bara 2-0 fyrir 3-4 segi. Rexer nær að verja þennan á línunni enn og aftur. Maðurinn er ótrúlegur hann aftast en Porsas situr annað og Daxi finnur markið. Þvílík sending. Vel spilað hjá Stjörnunni og þeir eru búin að spila sig inn í leikinn aftur. Vel gert, voru ekki að búast við þessari hröðu sókn frá 3-4 en eru hægt og rólega búin að koma sér aftur inn í leikinn þegar rétt rúmar 2 mínútur eftir. Staðan er 2-1. PS hérna reynir að búa til svo. Gerir þetta ágætlega en enginn til þess að fylgja eftir. Dan núna í loftinu, gerir þetta virkilega vel. Rexer setur hann til hliðar. Porsas með hættulega, sennilega bara hreinlegt skot. Rexer hérna þvílík stjórn á boltanum. Porsas í loftinu, Dan gerir þetta vel. Daxi neglir þessum fram. Það er enginn nema PS sem að setur hættulegan bolta hérna fyrir. Porsas reynir að búa til stendinguna. Hættulegu bolti sem að PS setur til hliðar. Rexer missir á honum. Daxi setur hann niður og er að finna Porsas. Sér hann með Rexer. Er í loftinu á móti PS en PS hefur betur. Smá nauðvörn í gangi hérna hjá 3-4, þeir þurfa að losa pressuna. Þeir eru bara ekki að finna leiðina út úr þessu. Þannig kemur loksins PS upp og nær að spila yfir Rexer. Þetta er akkurat það sem þið þurftu. Varnarmaðurinn missir á boltanum. Núna er Dan með tækifæri fyrir skoti. Þetta er mjög laust og Porsas tekur vel á móti. Kemur hann síðan hratt upp aftur í skyndisóknuna. Fær ekki bústið í horninu en Rexer nær að koma þessu síðan aðeins lengra út.
og Stjarnan þarf að taka aftur á móti þessum. Porsas, við veitum ekkert hvað í gangi, hvað boltinn, hvað að gerast. Þannig að Rexer heldur pressunni uppi fyrir 3-4 sem eru núna afturorðnir aðeins líklegri. 30 sekundur eftir, Stjarnan þurfa að finna markið hér og nú. Daxi gerir vel, kemur honum upp í horni en Dan á réttum stað, fylgja samt vel á eftir og Smári setur því slána niður. Þessi slá er búinn að vera ótrúlega leiðileg við Stjörnumenn hér í dag þegar 10 sekundur eftir. Daxi reynir að halda sig gangandi en þarna fer boltinn bara yfir í markið hjá þeim og 3-5-4 klára þetta á síðustu sekundinni með einu loka marki hér. PES nær að stipla sig inn í þennan leik og 3-5-4 komin í þessa viðureign. Staðan orðin 2-1. Stjarnan missir aðeins völdin og klálega allt annað leikur hjá bæði Dan og PES sem að mættu mun fljótar inn í leikinn þarna. Mun sneggri að þora að fara í boltan og þora að taka bara skotinn. En Stjarnan þarf að spila áfram bara sinn leik og finna sig aftur á móti 3-4. Það stóðu sig alls ekki illa eftir þessa fyrstu mínútu. En spurning hvað þið geta gert hér. Er 3-5-4 að fara að rúlla þessu upp núna eða getur Stjarnan komið sér aftur inn í þetta? 3-5-4 byrjuðu þetta vel og þurfa að halda þessu tempo gangandi sem þeir voru með í byrjun. Þeir mistu þetta aðeins þegar Stjarnan skoraði, komið sér svo aftur inn í sóknina, það skiptir miklu máli. Þegar við förum á stað í leik númer 4. Porsas kemur honum hérna fram til að byrja með. Smári fylgir þessu eftir. Dan ekki með mikið boost en nær að losa boltan yfir á Rexer sem að kemur honum allar en yfir. Porsas situr þetta síðan yfir á Smára en PES kemst fyrir þá sendingu en verður lítið úr því eða hvað getur Rexer gert eitthvað hér þegar það er tortím manni en Porsas nær að koma boltanum allar leið. PES stoppar það síðan alveg á síðustu línunni. Smári kemur þessu fyrir fram á markið en Dan nær að pota þessu lengra út. Rexer kemur í boltan en Daxi hefur betur. Smári yfir á Porsas og kemur þessu á markið en PES ver þetta til liðar. Daxi núna reyna að spila yfir á Smára en það er Dan sem að tekur á móti boltanum. Porsas og Smári þurfa að komast í þetta. Smári gerir það. Núna 3-4 með tækifæri hinum megin. Rexer ekki með boostið hins vegar og Porsas losar þetta. PES situr þetta eiginlega bara beint yfir á Porsas. Dan ætlaði að taka á mótanum hana en hann nær síðan tök á boltanum á endanum. Boltinn núna pínu stopp. Rexer fyrir upp í þetta. Porsas ætlar að mæta honum, gerir það gríðarlega vel en PES núna með skotið og þetta fer í stöngina út. Dan núna með skotið og nær að klára þetta fyrir 3-4. Dan og PES að finna skotinn sem að skipta máli. Smári og Daxi ekki alveg til staðar hérna í vörðinni. Daxi reynir vörsluna en verður þetta bara inn. Vel spilað hjá 3-5-4. Er að koma sér inn í viðuregnuna hægt og rólega núna. Stjarnan þurfa að finna tempóið sem við vorum með í fyrstu 2 leikjunum. Rexer hérna af veggnum. Daxi setur hann fyrir. Hættulegu bolti. Rexer á lítið búst. Fer fram hjá einum. Porsas reynir að búa til slók. Smári, PES gerir þetta virkilega vel. Porsas bara ítur honum á boltanum. Smári og Dan og Rexer hérna. Porsas með hættulegt skot og þessi smellur í sláni. Þessi slá er búin að vera rosaleg í dag. Þegar Stjarnan finnur síðan sóknina og Dan komin upp í loftið. Missir, smá tök á boltanum en nær að koma niður á Rexer sem er með tækifæri, setur skot á markið og gerir þetta bara sjálfur. Nær að negla honum hana upp í samskeytin, flippar honum þangað og Daxi var ekki tilbúinn í þetta skot frá Rexer. Hornafræðin klálega í lagi hjá honum. Við sjáum núna 3-4 komin aftur í 2-0 sama og við sáum í
næsta leik hjá þeim. Porsas núna á boltanum, kemur honum alla leina fram, með flippið frá loftinu en Rexer mæti vel á móti. Daxi nær ekki að gera gott 50 á mótunum og Smári ekki á réttum stað og bumpað hérna tilbaka og Daxi þarf að bjarga þessu. Rexer núna næsti maður til að reyna, Daxi enn og aftur mættur í þetta. PS, hvað getur hann gert hér? Ekki mikið síns með það sem að Porsas mætir og nær bústunu. Rexer að gera smá mistök en Dan nær í þetta og Rexer reynir að fylgja þessu eftir. Daxi með búst, kemst fram hjá einum, kemst fram hjá tveim en síðan bumpað, þannig að Rexer fær tíma á boltan. Rexer núna komin upp völlin, ekki með bústi hins vegar og Porsas nær þessu. PS fylgir þessu síðan eftir og kemur þessu á markið. Þetta stórhættulegu bolti og Rexer nær að klára þetta. 3-4 komin 3-0 upp. Vel spila hjá 3-4 og PS þarna lendir á Smára, þannig að Smári getur ekki farið í vörsluna og Rexer skorar þriðja markið. Vel spilað hjá 3-4. Stjarnan þarf að finna sér leið aftur inn í þetta. Daxi neglir þessu fram. Það Rexer í loftinu, hann hættulegur og Rexer næstu því búinn að ná tvistmellinni. PS heldur sókninni gangandi. Smári losa pressuna, Dan reynir að fara aftur í sókn. Nær góðu 50 hérna á móti Porsas, Daxi neglir þessu fram. Rexer stoppaður. Þá kemur Dan á móti Daxa en Daxi gerir vel. Smári á no boost fyrir yfir PS. Ætlar að gera þetta sjálfur en Dan nær að fara í vörsluna. Porsas með hættulega sendingu tilbaka. Smári, Dan neglir þessu alveg á hinn helmingin. Þar Daxi. Fyrir fram hjá einum með skotið. Rexer í vörslunni, í loftinu. Minna en mínúta eftir. Smári stoppar þessa sókn. Og PS finnur ekki Dan. Stjarnan ekki að finna það sem þau þurfa til að komast aftur inn í þennan leik. Þetta lítur út fyrir að 3-5-4 sé að fara að klára hérna og Dan og Rexer nú bara að fara að stipla það inn hér eða hvað. PS þarf að koma þeim til hjálpar en Dan gerir það síðan. Og já, 3-5-4, 4-0 þegar 34 sekundur eftir. Ég held að ég hafi aldrei séð þá tapa svoleiðis. Já. Og Stjarnan þurfa hreinlega bara að fara að hugsa næsta leik en vilja náttúrulega reyna að gera eitthvað hér. Það Rexer byrjar að leika sér í loftinu, getur hann farið alla leið? Nei, Smári stoppar hann. Dan kemur þessu aftur niður fyrir PS að skora 5. markið. 3-5-4 klálega mætti til leiks hér og spurning hvort að Stjarnan þurfi ekki að taka bara smá timeout eftir þennan leik og já, finna sig aftur því að þeir eru klálega búin að missa einhverju takta og 3-5-4 byrjar að finna sína. Porsas kemur þessu hér upp og nær að koma þessu fram að markið, nær ekki að tróða þessu inn fram hjá PS. Og Rexer að spila annan skemmtilegan leik hérna með vegnum. Dan kemur þessu yfir á PS en hann missir af þessu 10 sekundur eftir. Þetta búið hér en já, Stjarnan reyna að leita einhverju einu síðasta marki. PS kemur þessu bara niður og staðan orðin 2-2. 3-5-4 klálega mættir aftur til leiks hér. Stjarnan, já, allan ef ég væri þjálfarinn þá er ég að taka timeout eftir þetta aðeins að fá smá break og já, bara reset til að komast aftur inn í leik númer 5. Við erum allan að fá 6 leiki hér. Vel spila hjá 3-5-4 og loksins fannir að sína spilið sem sýndi okkur að þeir voru efstir meira og minna allt tímabilið. En eins og þú segir, þeir hafa allt stundum verið svolítið lengi í gang. Fyrstu leiki sýnist ekki timeout vera hjá Stjörnunni. Það spurning hvort þeir geri eitthvað. Hvað finnst þér? Hvað heldur þið þurfi til þess að komast aftur inn í leikinn? Þetta já, pínu erfitt spil. Það náttúrulega aðalega það að Porsas geti komið sér aftur í gang. Við sjáum að hann 118 stigum. Þeir eru bara algjörlega búin að loka á hann.
Daxi og Smári þurfa bara að spila pínu í kringum hann meira, að fara meira í tortímingar og eitthvað slíkt til að leyfa Porsas að spila bara sinn leik. En ég þekki á nú rétt að vilja frekar mikið spila sinn leik. Daxi og Smári eru pínu vanir því að vera bara bestir í sínu liði. Þetta kannski frekar nýtt fyrir þá að vera með Porsas hérna. En núna Smári fer upp í lofti, Rexir tekur bara vel á mótunum og 3-4 byrja frekar öruggan leik hér. Dan fylgir þessu vel á eftir, þetta leiðin inn, nei, Daxi heppinn þarna, getur komið þessu aðeins lengra út. Dan setur síðan bara boltan aftur fram. Hættulegt spil hjá 3-4 til að byrja leikinn hér. Rexir kemur þessu fyrir fram á marki, PS setur það á marki og 3-4. Þetta ekki flókið, ná að komast hér 1-0 upp. Spilið frábært hjá 3-4 og þeir eru bara konið tilbaka. Mættir og ætla sér klárlega að vinna þennan leik. Stjarnan þarf að finna einhverja glufur hérna. Gott kick-off hjá Stjörnunni. Smári í loftinu, nú er tækifærið, það er tortíming á 3-4 og hérna kemur hættulegu bolti fyrir en þarna er bara enginn. Og 3-4 losa pressuna. Porsas fær smá tíma á boltan hérna. Rexir mætir honum. Smári yfir á Porsas. PS missir á þessum. Rexir reynir að búa til sókn sem að gerist ekki. Dan setur hann út og finnur PS sem að er að reyna að fara hérna í skotið. Þá er Porsas, hann er hættulegur í þessari stöðu en Rexir tekur hann á honum. PS neglir þessu niður og finnur Rexir. Rexir á móti Porsas. Rexir fer í hornið og finnur bústið. Fer í, finnur Dan. Og Daxi losa smá pressu en 3-4 eru duglegir hérna núna. PS hættulegur og Porsas kemur þessu frá. Smári reynar að koma þessu út en það er stoppað strax. Dan kemur þessu aftur fyrir fram á markið. Smári loksins fær smá tíma á boltanum. Núna Daxi hendur þessu gangandi. Þeir eru að spila Porsas sem síðasta mann. Spurning hvort hann vil ekki reyna að komast sjálfur inn í þennan bolta. Sem Smári fylgir þessu síðan aftur og eftir. Og þarna kemur, Daxi síns með fljúandi. Porsas núna síðasti maður til að koma inn í þetta en þá er 3-4 eiginlega búinn að stoppa þetta. Daxi kemur þessu loksins fyrir fram að marki. Smári nær að klára þetta og þeir jafna leikinn hér. Loksins finna þeir aftur markið. Daxi nær að lauma þessu hana yfir Dan og erfitt fyrir síðasta mannin að verja þennan. Allt jafnt aftur hér. Og Dan núna með tækifæri, setur bara skotið á markið. Þetta var tíað upp fyrir hann, sjáum það hér. Porsas og Daxi ekki alveg með þetta á hreinu. Daxi veit ekkert hvað hann á að gera með boltan. Smári, hélt að Daxi væri með þetta en hefði þurft að fara bara sjálfur á móti Dan í þetta. Og 3-4 komnir aftur yfir. Þeir eru komin í hálfleik. Daxi núna í smá vandræðum á móti Daninu í horninu sínu. Porsas kemur þessu ekki langt út þar sem að PS og Rexir eru tilbúinir. Dan núna næstu til að setja þetta á markið og þeir halda áfram að skora. 3-5-4, þeir eru komnir á stað og hætta þeir ekkert. Og stór hættulegt spil. Daxi og Smári eru liðin eins og þessi pínu lengi átt að sjá því hvað er að fara að gerast og ekki alveg rétt staðsettir. PS hérna í loftinu, gerir þetta virkilega vel og er bara að skora hérna 4. markið á... Hvað er þetta, 3. markið á 20-30 sekúndum eða eitthvað? Eitthvað svoleiðis. 3-5-4 er gjörsamlega að yfirspila Stjörnuna hérna í augnablikinu. Nú þarf Stjarnan bara að finna einhverja leið. 3-5-4 bara frábærir hérna. Dan kominn í loftið. Er hann að fara í tvísmellina? Nei, Daxi kemst fram hjá Rexir hérna. Nú er tækifæri fyrir Stjörnuna. Setur hann niður en Dan neglir þessum til hliðar. Porsas hérna með skotið. Rexir, þetta er í stönginni. Þá kemur Porsas. Nær sendingunni, skotið er ekki gott. Porsas hérna, Rexir í horninu.
fer í sók. Setur hann í þaki, að fara í hérna, nærframjá einum, nærframjá tveimur og þessi smellur í slanni, dettur ekki alveg nógu mikið niður. Þá kemur Smári. Á móti Dan, gerir vel. Dan fer í hornið. Porsas ítt af boltanum, það það sem að 3-4 búin að vera að gera svolítið núna. Leyfa ekki Porsas að fá tíma á boltan. Og Daxi hérna, góð snerting. Smári setur hann niður, finnur bara Rexer. Rexer fer í þetta, gerir þetta vel. Daxi neglir þessum fram. Þá kemur Dan, í loftinu á móti Porsas, gerir þetta virkilega vel og að skora 5. markið fyrir 3-4. Stjarnan á engin svör í þessum leik. Virkilega vel spilað hjá 3-4. Algjörlega 3-4 byrjar að taka yfir hennar leik og já, Stjarnan algjörlega búin að missa þetta úr gripum sínum. Nú mínúta eftir og já, 3-4 nú bara hreinlega líklegri til að bæta í heldur en að Stjarnan sé að fara að skora eitthvað til að komast tilbaka hér. Daxi og Porsas gera hins vegar vel, það þarf að verja þennan til hliðar. Og ekki alveg með þetta en Rexer bjargar honum þarna. Rexer fer síðan bara sjálfur upp, Smári þarf að verja þetta á línunni, Dan næsti maður til að koma skotinu á, Porsas nær að komast fyrir þennan. Núna Smári komin upp hinum meginn, ekki með boostið en Porsas vissulega með það. Dan gott 50 og Rexer bara með opið mark og þetta bara, já, löngu búinn leikur ef maður getur sagt það en 3-4 búnir að finna eitthvað sem að virkar fyrir þá og Stjarnan algjörlega búin að detta út úr þessum leik. 6-1 hérna fyrir 3-4 þegar Smári fer á stað í sóknina, fer fram hjá Dan, þetta álitleg sókn hérna en Rexer skellir bara í lás. Porsas fer í hornið, nær ekki tvísvöldin það að hann kemur Rexer, setur hann fyrir, ætlaði að bæta við einu marki í viðbót. Dan hérna, þetta hættulegt og þetta hefði næstum því orðið mark þarna en 3-4 vinna leik númer 5-6-1. Já, ég sagði það í byrjun að Dan og PS þyrftu að komast inn í leikinn og þeir hafa heyrt í mér. Já, þeir eru vissulega vaknaðir hér og Stjarnan ekki alveg með svörin við þessu og sem svo sem, já, eðlilegt fyrir þess að drengi, þeir eru nýjir hérna og svona vissulega Daxi ekki það nýr en Smári alveg glænýr í þessari deild. Porsas reynslumaðurinn, reynsluboltinn í þessu liði ekki alveg að ná að halda þessu liði gangandi á móti þessum 3 risum sem að hafa verið svo lengi með okkur hér. En já, PS hefur svo sem vissulega ekki verið allt of lengi. Hann byrjaði nú bara í tímabilinu held ég síðasta ári. Ekki það síðast? Ja, hann kom í haust í fyrra. Alveg rétt. Hann var hann að tók þátt í 1v1 móti fyrir það, stóð sér glæsilega og joinaði síðan bara deildina. En við erum komin í leik númer 6 milli þessara liða. Stjarnan byrjaði 2-0 upp en 3-4 hafa fundið taktinn og eru komnir í 3-2 núna. Smári með boltan í loftinu, getur hann sett þetta á marki, gerir það en PS ver. Núna Porsas kemur þessu aftur á bakvegginn, Dan kemur þessu yfir á Rexer í loftinu með boostið, kemst hann fram hjá þeim öllu, nei, Smári verður þetta á línunni, Dan yfir á PS, nei, Porsas tekur á móti. Núna Rexer aftur reyna þetta, setur þetta aðeins of fast í loftið, hann getur ekki fyllt þessu eftir en PS kemur og bjargar þessu málum. Smári, missir algjörlega af þessum bolta Daxi núna yfir á Rexer sem að skýtur enn og aftur. Porsas þarf að verja og þetta bara nauðavörn sem að Stjarnan að spila hérna. 3-4 eru bara með alla pressuna, með alla stjórn á þessum leikjum. Núna Smári loksins með smá tíma á búst og missir bara bolta frá sér yfir á Dan. Porsas núna reynir eitthvað betra en Rexer les þetta fyrir löngu þar sem að þetta var mjög hægur bolti.
Smári getur komið þessu fyrir framan Porsas hins vegar sem kemur með skoti. Dan verið á línunni og þarna fyrsta svona, góða sókt frá Stjörnunni í þessum leik. En nú tækifæri fyrir 3-4 að gera hið sama eða betur og Smári reynir að losa þetta en PS gerir vel. Daxi setur það síðan aftur yfir á Smára sem að Dan mætir. Porsas og Rexer fara hana saman í þetta. Hver kemst í þennan bolta? Það Dan sem að potar honum hana yfir. Daxi núna reynir að halda þessu gangandi en Rexer tekur á móti þessu. Smári, missir algjörlega af þessu en ætlar að reyna að bumpa Rexer frá boltanum. PS núna með tækifæri, Daxi kemst í það. Og 2 mínútur búnar og ekkert mark komið. PS hérna að reyna að búa til eitthvað. Porsas fer þá í sóknin í staðinn, gerir þetta vel. Rexer mætir honum. Smári, vel gert hjá Rexer. Porsas neglir þessum upp, reynir að finna Smára sem að gerir. En þarna engin, bara 3-5-4. PS með boltan. Porsas stoppar þessa sókn, fer þá sjálfur á stað. En ítt af boltanum, fær þá ekki tíman. Daxi neglir þessum bara fram, þar bara PS og Daxi setur hann til hliðar og finnur Porsas. Fer á stað í sóknina, fer fram hjá Dan, þetta hættulegu bolti. Rexer með góða vörslu. Rétt rúmar tæpar 2 mínútur. Og það ennþá 0-0. Það kemur 3-4 en Daxi gerir þetta vel. Nú enginn í markinu fyrir 3-4. Rexer mætir á réttum tíma. Það munaði litlu að Stjarnan hefði getað nýtt sér þetta. Kemur Dan með sendinguna, finnur Rexer sem með hættulega skot sem að smellur í slánni. Getum bara aldrei fengið jafn mikið af sláar skotum á einum degi og í dag en Rexer reynir annað skot sem að Smári þarf að verja. Þetta vissulega fór á ramman en núna Smári reynir að koma sér út. Rexer mætir strax á móti og reynir að koma sér fyrir PS sem að setur þetta í stöngina út. 3-5-4 eru svo nálægt í að skora fyrsta marki hér í þessum leik en ná ekki að klára þetta. Porsas kemst ekki fram hjá PS og núna Rexer með tækifæri, fer í tvísmelluna, missir af seinna touchinu og Dan á að taka móti þessum bolta. Spurning hvað hann getur gert. Smári mættur inn á móti en Dan gerir þetta svo gríðarlega vel. Porsas þarf að hreinlega bara verja þennan bolta og núna 3-4 hraðir upp. Missa boltan aðeins frá sér þarna þegar mínúta eftir af þessu leik. Ennþá ekkert mark komið en Smári sér tækifæri þarna, kemur boltanum yfir á Daxa sem að reynir að fylgja sig eftir. Rexer þarf að koma sig út áður að Porsas fær einhvern séns. Porsas með bústi, kemst fram hjá Dan, virkilega vel spilað. PS ekki með bústi, hvað getur hann gert hér? Hann fer á móti Rexer en Smári nær að pota sig inn og Stjarnan að skora fyrsta marki hér og vissilega komið yfir í leik sem þeir þurfa að vinna til að halda sig gangandi. Geta komið sér í leik 7. Rúmlega 30 sekundur sem þeir þurfa að lifa af Stjarnan. Það allt undir hér og nú. 3-4 vilja ekki fara niður í losers bracket eftir að hafa verið svo sterkir alla deildina. Stjarnan sjá þetta tækifæri koma, vilja komast áfram og mæta þá annarkvort Þór eða Dusty í winners bracket. 15 sekundur eftir, Rexer þarf að finna þetta hér og nú, situr þetta niður á Dan sem að reynir að koma þessu upp en Porsas mætti vel tímanlega. 5 sekundur eftir, Rexer missir af honum á Smári með tækifæri til að skora, klárar þennan leik hér. Stjarnan að koma okkur í leik númer 7 og 3-4 sem að voru búin að vera með marka veislu hérna 2 leiki í röð. Fundu ekki eitt einasta mark hér, spurning hvort að þið ná einu hérna í lokin en það bara tími fyrir 1 mark í viðbót. Tíminn búinn, Smári vill skora 3. markið og gerir það fyrir Stjörnuna. Smá stælar hér hjá Stjörnunni til að koma okkur yfir í leik númer 7. Staðan 3-3. Stjarnan unni fyrstu 2 leikina, töpuðu síðan 3 í röð, 3-4 algjörlega leit út fyrir að taka yfir viðuregnina en Stjarnan finnur síðan aftur bara sinn leik
Og Smári með 3 mörk í þessum leik, eini sem að skoraði allan leikinn. Við erum að fara í leik númer 7. Það ekki oft sem að það gerist. Nei, það ekki oft sem að fara að segja þetta. Það bara... Rex fínn í þessu leik, Dan og PS fundu sig alls ekki og Porsas og bara Smári. 3 mörk. Þvílíkur leikur. Já, Smári var ekki með góðan síðasta leik þar sem að við fannst hann líka bara ekki vera á réttum stað og réttum tíma einhvern veginn í síðasta leik en algjörlega fann sig þegar við förum yfir á meistaravöllin hérna til að klára þessa viðureign getur Stjarnan komið með upset hérna á móti 3-4 eða 3-4 bara sína okkur smá spennu og klára þetta síðan bara hér með stæl sjáum til þegar við förum í leik 7 milli 3-4 og Stjörnunnar og hér 3-4 að byrja með boltan og byrja í sókninni Rex heldur þessu gangandi Porsas kemur þessu ekki út og núna Dan með tækifæri hittir ekki á markið smá mistök hjá Dan en þetta var tækifæri núna Porsas hinum megin getur hann komist fram hjá nei Rex stoppar það strax núna Dan í loftinu, getur hann komið þessu alla leið? Nei, Daxi tekur á móti, PS nær ekki alveg þessum bolta, nær touchinu Daxi á móti Rex og PS kemur skotinu einhvern veginn á markið þvílíkt flug hjá PS, ég sá bara aldrei hvernig hann ætti að koma sig yfir á markið, hann gerir þetta gríðarlega vel, Porsas reynir að komast upp í þetta á mótunum en nær því ekki og 3-4 að komast yfir og það hefur held ég bara alltaf verið svoleiðis að sá sem skora fyrst vinnu leikinn og það spurning hvort að það helst hér eða hvort að Stjarnan geti fundið sig aftur inn í þennan leik PS núna kemur hann fram Daxi kemur hann langt tilbaka en Rex tilbúinn að taka mótunum ekki með bústi til að fylgja lengra eftir og Smári fær tækifæri hinum en kemst fram hjá einum PS einn í vörninni kemur hann yfir hann þetta fyrir slána þetta á línunni þetta fyrir ekki inn og Stjarnan nær ekki að tróða boltanum inn 3-4 í algjöru lukku þarna sleppa þarna gríðarlega með skrekkin og núna Rex að reyna tvísmöllin og nær ekki að setja út á markið PS fylgir eftir Dan nær skotinu en Smári á réttum stað Rex nær síðan skotinu á 3-4 komast 2-0 upp hér Stjarnan var svo nálægt í að skora en það enda síðan með því að 3-4 bæta bara í gott skot hjá Rex búinn að vera frábær í þessari viðureign Stjarnan búinn að vera frábær líka þvílíkur leikur, þvílíkur viðureign sem við erum að fá nú Dan í loftinu Smári stoppar þetta Rex vinnur PS fer illa með Porsas þarna að ýta þeim í burtu Daxi gerir þetta vel, þá kemur Dan og þetta næstum því hættulegt PS í loftinu Rex finnur ekki Dan gerir þetta vel en þarna bara engin PS var tortímt sýndist mér Dan neglir þessu til hliðar nær ekki þessum bolta, það bara PS og Smári með góða vörslu Rex heldur sókninni gangandi, það Dan góð pressa hjá 3-4 hérna núna sem eru 2-0 yfir í leiknum sem að skiptir máli þeir vilja vinna þessa viðureign Rex gerir þetta vel, fer fram hjá einum og finnur Dan sem að finna þriðja marki fyrir 3-4 Stjarnan að fara að detta hérna út í þessu leik sem Stjarnan sem búin að vera berja svona hetjulega þeir að klikka núna í seinasta leiknum þurfa að fara að koma sér inn í leikinn Daxi upp í loftinu hér mætir Rex sem svo tilbúinn í þetta hins vegar ekki með boostið til að komast fram hjá Smára líka fær hot boostið samt og getur haldið pressinu áfram með sendingu frá sínum félaga Daxi kemur honum upp en Smári nær ekki að koma sér nógu langt fram hjá Dan PS núna með tækifæri kemur þessu upp og Daxi setur þetta niður á Smára Smári með gott höll sem Porsas ekki með boostið
lítið búst hjá Stjörnunni fyrir þeir eru í nauðavörn. PS reynir skotið, Smári var bara akkurat fyrir. Daxi reynir að koma sér eitthvað út en það er ennþá ekkert búst. Porsas loksins finnur eitthvað búst fyrir sig. Kemst hérna upp á móti Rexer. Og núna Smári setur þetta yfir á Daxa sem er með skotið. Þetta er mark frá Stjörnunni, komu eiginlega upp úr þurru. Smári setur bara boltan hérna í hliðarvegginn en þeir fara tveir í þetta. Dan reynir síðan að komast á undan Daxa en missir af honum. Þannig að það var enginn í vörn hjá 3-5-4 og Stjarnan búinn að stimpla sig inn í þennan leik. Þetta er ekki búið, það er 1:40 eftir nóg tími fyrir Stjörnunum til að komast aftur inn í leikinn. En það er Rexer sem er á boltanum, þetta er ekki maðurinn sem þú vilt sjá. Byrja sóknina, Daxi byrja vel að verja þennan. Porsas kemst ekki langt með það. Smári fer með hann aðeins lengra. Daxi kemst upp í loftið áður en að Rexer nær boltanum. Porsas núna á boltanum. PS kemst ekki á hann og Dan nær síðan að verja þetta út. Nær flippinu en það er varsla frá Daxa. Núna Rexer með no boost, getur hann búið eitthvað til hér? Nei, er stoppaði strax en nær einhvern veginn touchdown aftur á boltan og boltin er að leka inn. Smári kemst í þetta en PS nær að klára þetta og 3-5-4 er að komast 4-1 upp. Við erum að sjá hérna neyðarvörn hjá Stjörnunni, ekki langt frá því að ganga en það er bara ekki nóg að vera stanslaust í þessari vörn. 3-4 komnir í þægilega stöðu þegar mínúta er eftir af þessum leik númer 7. Rexer með bolta með bústi fyrir upp hotvegginn. Enginn fylgir því nógu vel eftir en ja, Porsas bara missir á boltanum og núna er Dan með skotið í stöngina út. Daxi fær tíma, reynir að klemma hann hérna upp, Smári fylgir því eftir. Porsas þarf síðan bara að vernda það sem að 3-5-4 eru svo snöggir að finna þessi skot, tækifæri. Rexer ekki alveg á réttum stað en Dan gat næstu nýtta. Smári fyrir upp á móti Rexer. Porsas fylgir þessu eftir en PS fær bara frítt skot upp. Dan með spilið fyrir fram á markið. Það er Rexer til að klára þetta en það er varið af Smára. En það eru bara 10 sekundur eftir. Þessi leikur er í raun búinn hér og nú. Þessi viðureign er búinn. 3-5-4 þrátt fyrir mikið af mistökum og erfiða byrjun þá eru þeir að klára þessa viðureign hér og ja, eiga það svo vissulega skilið eftir þessa leiki sem þeir tóku. Stjarnan sýndi samt gríðarlega takta og ja, sýndu það að þeir eiga alveg heima í þessari deild og í þessu þriðja sæti sem þeir enduðu í. Porsas einhvern veginn vantaði inn í þennan leik þegar við skoðum stigin. Daxi og Smári að spila virkilega vel. Dan, Rexer og PS allir jafnir á vellinum og já, það var einhvern veginn þannig að þessi leiki sem hann Stjarnan tapaði þá var Porsas bara ekki að finna sig og það er pínus sagan hjá Stjörnunni núna að Porsas er það lykilmaður að ef hann er ekki til staðar að þá eru þeir bara eiga er mjög erfitt með að ætla hann að koma sér inn í þessa leiki. Já, klálega, Porsas er náttúrulega bara svo gífurlega mikilvægur leikmaður og það sást alveg 3-5-4 þeir nýttu öll tækifæri til þess að tortímanum og ítunum á boltanum. Já, algjörlega. 3-5-4 spiluðu þetta virkilega vel. Þetta er ekki rétt staða á sjónvarpinu mínu, það skiptir ekki máli. Þetta var 4-3 fyrir 3-4. Önnur viðureignin mín sem ég spái rétt allavega, mér líst vel á það. Spurning hvort ég næ ekki að spá rétt fyrir mig yfir í næstu viðureign á eftir en það verður Þór gegn Dusty svo ekki fara langt. Býttu hann að skipta akrein?
Já, verið sæl og við erum að fara í síðustu viðrögnina okkar hér í GR-verkdeildinni, úrslitakeppninni. Það sem sagt Þór gegn Dusty, ekki Stjörnunni. Það, þú veist, sjónvarpið okkar í einhverju rugli, það ekkert... Það væri ekki rokkið líka öðruvísi. Já, við elskum að hafa allt í einhverju svona skemmtilegri steypu. En já, Þór enduðu á toppnum á deildinni og töpuðu ekki einum leik gegn Dusty gegnum þessa, já, 2 viðureignir. Þannig að spurning hvort að það verði ekki bara svipa hér. En við fáum allan að skoða Þórs liðið hér fyrst, sjá hvernig þeir hafa stillt sér upp. Það er íslenska liðið Steb, Bjarni, Emilvald og Paxól. Paxól hefur ekkert fengið að spila, Steb, Bjarni og Emilvald hafa bara algjörlega séð þetta landsliðið okkar í þessum leik líka. Þannig að það er ekkert skrítið að þeir séu bara á toppnum í deildinni. Líka bara fínt að hafa þá áfram bara saman að spila. Maður, þú veist, segir ekki nei við því, sko. Nei, algjörlega. Steb, Bjarni og Emilvald hafa staðið sig gríðarlega vel og já, þurfa í rauninni ekkert Paxólana á meðan það verður enginn gríðarlega veikur eða já, missir eitthvað af, en við fáum að kíkja síðan bara aftur yfir á Dusty liðið sem hafa, já, líka bara stillt sér alltaf eins upp. Það er Valdimar Krydd og Usyk. Bins hefur held ég ekkert komið hérna inn. Við sáum reyndar alveg slatta Bins hérna sem sagt í fyrra síðasta haust og það sem að Dusty var alltaf að breyta til í liðinu sínu, en hafa núna fundið svona stöðu að 3 spilara til að bara hafa þetta lið. Það er Valdimar Krydd og Usyk sem hafa bara staðið sig gríðarlega vel hingað til og já, kláruðu Óman með stæl áðan 4-1. Spurning hvort að þeir geta komist svona fljótt inn eins og Stjarnan gerði mótið 3-4, hvort að hérna Þór séu bara ískaldir að mæta eða hvort að Þór haldi bara áfram þessu, já, hreina sópum sem þeir hafa verið að gera á mótið Dusty í ár og það er akkurat það sem ég ætla að spá fyrir. Það er bara Þór 4-0. Ég ætla að segja 4-1 til Þór. 4-1. Það er, já, gæti vel gerst. Ég held að ef að einhver leikur sé að fara að falla hjá Dusty, fyrir Dusty segi, þá er það fyrsti leikurinn og það er bara sama og það sem við sáum hjá 3-4. Það er að því að Þór er að koma inn kaldir og Dusty er búnir að spila 5 leiki, en síðan er spurning hvort að Þór verður ekki bara heitari þegar það líður á. En við erum að hoppa bara strax inn í leik númer 1. Og að vera, já, bara frekar hröð dagskrá hérna hjá okkur, það sem að við erum svona næstunni á réttum tíma. Við erum 5 mínútum seinir. En hérna hoppum við yfir í leikinn. Fyrst skipti sem við fáum að sjá Þór í dag og Dusty, já, stilla sér eins upp og þeir gerðu áðan. Usyk að byrja sterkt hér, var stórkostlegur í viðureigninni áðan og Krypto kemur fyrsta skotið, Emilvald þarf að verja það, kemur honum síðan yfir í hornið sitt. Það er að koma honum hérna aðeins lengra fram. Usyk hátt upp, situr í bakvegginn og Krypto kemur með fyrsta markið. Það er það sem við erum að tala um. Þór eru ískaldir til að byrja með hér og meðan er Dusty orðnir vel heitir og tilbúnir í slaginn og komast yfir bara eftir 22 sekundur. Vel spilað hjá Dusty og þetta er akkurat það sem við þurfum að nýta það að fósararnir eru kaldir og geta unnið þessa allavega þennan leik og þurfa að berjast fyrir hinu líka. Þetta eru bara fljúandi tortimingar hægri vinstri. Bjarni missir af þessum og Krypto kemur fljúandi. Emil þarf að bjarga þessu. Usyk mætir í þennan bolta. Baddi heldur svo svona í gangandi. Bjarni setur hann niður. Finnur Emil. Usyk. En Steb hérna stelur boltanum og er að jafna hérna. Klókur þarna Steb. Og staðan orðin 1-1. Usyk tíjar hann upp fyrir Steb til að koma og skora þarna. Enginn í vörninni hjá Dusty.
þess að við byggust ekkert við þessu frá þeim og já, 1 mínúta og 2 mörk. Þetta er svipað það sem við sáum í fyrstu leikjunum okkar hér í dag. En núna Step ætlar að halda þessu gangandi, kemur honum yfir á Bjarna hér eða hvað? Nei, þetta er bara mark. Hann kláraði þetta bara sjálfur með, já, smá hjálp frá honum Vattima þarna. Smá gjöf frá Vatta, afmælisbarninu. Hérna, já. Ætti nú hreinlega að vera öfugt Step að gefa honum gjöf en já, svona gerist smá sjálfsmark hér og Emil Vald ætlar að bara bæta í næra að komast á línuna en Krypto ver þar. Step kemur hann nú síðan aftur upp en Vattima tilbúinn í þetta. Bjarni að reyna að koma fyrir Emil Vald. Þarf að koma þessu til hliðar og Dusty núna í góðri sókn. Vattima nær ekki nógu góðu touchi en Usyk missir hann aðeins á bakvið sig og þarf að gefa hann yfir á Krypto. Vattima býður eftir boltanum hér en Krypto fer síðan bara sjálfur með þetta. Emil Vald nær ekki að koma sér langt og þetta er ótrúlegt skot en það fer ekki nógu vel að ramma den stöngin út. Bjarni og Stef koma síðan með skot hinum megin, Vattima ver það vel. Emil Vald situr hann síðan upp en það er Krypto sem tekur á mót honum. Stef núna á hliðarveggnum. Krypto gerir virkilega vel að ná að klemma þennan áfram. Emil Vald núna lígur honum alla leið, er algjör flippari hérna yfir og Vattima situr næstu í annað sjálfsmark og Stef kemur og klárar þetta. Vel spilað hjá Þórsörunum og Vatti situr hann í slána og Stef klárar þetta bara. Sláin fara alltaf að vera með. Það er ótrúlega hvað hann er búinn að reyna stýrkeift í dag. Staðan orðið 3-1 fyrir Þórsarana. Verður þetta bara Beinn og beinn sópur hérna þegar Emil skorar 4. markið fyrir Þórsarana á móti Dusty. Ég þori að segja það hér að Þórsararnir lúkka ekki kaldir. Já, hann tók þá ekki meira en mínútu til að skora og núna byrjar að taka yfir leikinn. Þurfti bara aðeins að finna sig og Vattima núna að reyna að búa eitthvað til hinum megin. Usyk heldur þessu áfram en Bjarni tekur nú rólega á móti þessu. Missir reyndar af seinna touchinu. Emil Vald kemur og bjargar þessu og kemur hann aðeins lengra fram. Stef nær að blokka næsta skot og Krypto þarf að taka mótunum á bakveggnum sínum. Fer í, já, beint í áttina að Stef en gott 50. Heldur þessu gangandi og kemur þessu á markið. Nei, rétt framhjá. Krypto næstu bara búinn að gera þetta sjálfur alla leið. Usyk og Vattima núna að reyna að gera eitthvað en Bjarni kemur þessu langt fram. Krypto tekur á mótunum og geggja 50 hjá Krypto aftur og tortínt manni hana en já, Emil Vald fær síðan bara boltan. Stef neglir þessum fram fyrir Krypto sem að fer á stað. Stef setur þennan niður, finnur bara Vatta sem á skotið sem að Emil þarf að verja. Boltinn er í loftinu, fyrstur að átta sig er Vatti, þessi er á leiðinni í áttina markinu. Bjarni kemur þessu fram, finnur bara Krypto. Vatti setur þennan til hliðar, þar er Stef. Krypto neglir þessum fram, reynir að finna Vatta sem hann gerir, fer fram hjá Bjarna og fram hjá Emil. En Stef nær þessu, gerir þetta vel. Krypto setur hann til hliðar. Emil, Usyk. Stef, lausan bolta hérna sem að endar í 50 með Vatta. Bjarni, hættulegu bolti sem að Krypto nýtir og Dusty skora. Annað markið sitt. Þetta er ekki alveg búið. Vandræðagangur þarna hjá Bjarna. Og Dusty nýta þetta, Krypto búinn að vera frábær. 2 mörk á mínútu. Dusty, já, fyrir að finna þetta frekar fljótt. Bjarni fyrir gott 50 á móti Krypto. Emil Vald reynir að fylgja þessu en Bjarni núna í smá vandræðum. Usyk nær ekki að koma þessu fram hjá honum en tortímunar honum allavega. Vattima núna kemur honum yfir á Krypto sem að kemur þessu yfir á Usyk en Bjarni rétt tímasettur þarna. Setur sig að bolta fyrir fram að marki, setur þetta stór hættulegu bolti. Bjarni, hvað er þetta að gera? Emil Vald kemur til bjargar og núna spurning hvort að hann geti gert þetta. Já, kemur honum fram hjá Vattima. Emil Vald tekur boltan hann bara af Bjarna sem var í algjörum vandræðum
og skora síðan hinum megin á Dusty. Emilvald að bjarga félagi sínum þarna og Þór komin í 5-2. Þetta orðið aðeins of erfitt held ég núna fyrir Dusty. En já, 30 sekundur eftir, Bjarni nær öðru touchið hann og skorar beint úr kick-off 6-2. Og þá vill ég segja að þetta sé fyrsti leikur búinn. En já, tæknilega séð eiga Dusty ennþá séð. Það er alltaf sénsinn. Alltaf sénsinn. 6-2 hérna. Gott kick-off. Step. Vatti í loftinu. Krypto rétt missir af þessum og Vatti líka. Úsik. Setur hann í hornið, þá kemur Bjarni. Á ekkert boost, gerir þetta vel. Krypto. Múti Step með gott skot sem að Emil ver. Og þetta að renna hérna út í sandinn þegar að Þórsarar að taka fyrsta leik. Spurning bara með hversu miklu. 6-2. Já, Þór að vinna fyrsta leik lítið ekkert allt of kaldir út þegar Emilvald jafnar. Tjatti ekkert voða ánægt með okkur. Voða ánægt með okkur? Hvað okkur? Við bara þurfum að fara að tala meira fallbeygingar á landsorðum eins og Batti og Dingo, heyrðis mér. Ha? Fallbeygingar á hverju? Á lánsorðum. Á lánsorðum? Hér eru lánsorð frá lánsorðum til lánsorða. Já, þið megið bara bulla íslenskuna eins og þið viljið. Ég geti alveg eins verið að tala ensku hérna ef þið viljið það frekar. En Emilvald 918 stiga sína bestu takta og það er nóg til í tankinum hjá Dusty til að koma sér aftur inn í þetta. En spurning hvað þeir geta sýnt hér í leik nr. 2, komist fyrst yfir í leik nr. 1 mjög fljótt. Spurning hvort þeir geta gert það aftur þegar Krypto fyrir boltan. Kemur honum hérna síðan á markið, Step kemst fyrir. Úsik og Step lenda í 50 og boltin bara deyr hérna á veggnum. Emilvald kemur honum síðan framhjá og kemur skotið í Krypto og vera á línunni. Emilvald stór hættulegur og hann fær bara smá tíma á boltanum. Úsik núna góð sending yfir á Krypto en Emilvald mættur aftur. Step kemur honum aðeins lengra fram, Vattum að næra komast fyrir þetta. Bjarni stoppar eiginlega bara boltan hana og Krypto núna í lofti. Step mæti vel í loftinu og Emilvald fær smá tíma hér. Getur hann komið fram hjá þeim báðum. Úsik næra truflan aðeins og Vattum að fær boltan. Bjarni núna getur hann komið þessu fyrir fram á markið. Nei. Krypto núna með tækifæri, einhver tilbúinn í vörninni. Emilvald þar, Úsik fær samt annað skot. Step þarf að verja það til liðar. Núna Step gegn Úsik, Step hefur aðeins betur og Emilvald tekur síðan bara boltan af sínum eigin manni til að koma honum fram og setur þetta fyrir fram á marki. Bjarni var ekki alveg tilbúinn í svona fasta sendingu en með boostið kemst fram hjá tveim og næra trufla Krypto líka. Step snýr bara alls ekki í rétta átt og þarf að taka á móti boltanum þegar hann kemur hérna í vörnina en Úsik nær boltanum aðeins lengra fram. Emilvald nær komast fram hjá Krypto en Vattum að gera þetta gríðarlega vel. Ekkert mark komið eftir 1,5 mínútu. Þetta er allt annað leikur heldur við sáum áðan. Bjarni núna með flippið á móti Krypto, nær ekki að komast nógu langt. Emilvald reynir að halda þessu gangandi en nær ekki að koma sér fyrir fram á markið. Og þessi sókn bara deyr algjörlega. Step kemur þessu yfir á Emilvald. Hann í loftinu, með flippið, með annað flipp. Bjarni kemur og reynir að klára þetta. Step kemur með þriðja skoti en þeir ná bara ekki að klára þetta. Bjarni tortími manni hérna á leiðinni tilbaka. Núna Vattum að næra neglunum alla leiðina yfir og 2 mínútur búnar og það er ekkert mark komið. Bjarni. Vatti. Setur þennan niður, Úsik nær honum ekki, Krypto. Svolítið bara á milli helminga hérna núna í augnablikinu. Vantar hérna, fara einhver að taka í skotin og klára þetta hérna.
Emil Úsik reynir skotið, Step með vörslu. Emil fer í loftið á bara pínlítið búst, nær fram með Krypto. Matti, hann gert eitthvað hér, nei, getur það ekki. Krypto, það er ekki búið til neitt úr þessu. Emil fer á stað, Úsik mætir honum. Bjarni. Step setur þennan fram. Voða lítið í gangi í þessum leik í augnablikinu. Emil Val er með tækifæri, er nær að bömpa 2 frá en Valdimar rétt nær að bjarga þessum og kemst fram. Step setur síðan bara boltan beint á nefið og Bjarna sem að fær núna skotið á móti Úsik. Vel gert hjá Úsik að komast upp í hennar bolta. Step mætir honum síðan vel hér, boltinn er á leiðin á markið. Krypto og Valdimar þurfa að verja þennan. Emil Val kemur síðan aftur fyrir fram markið og Bjarni klárar þetta loksins. Þór komin 1-0 yfir þegar 1:20 er eftir. Mjög langur tími fyrir fyrsta markið til að skýna sig en já, það er Þór sem að komast fyrst yfir í leik nummer 2. Spurning hvort að Dusty sé með einhver svör hér eða hvort að Þór sé bara að fara að halda áfram núna eins og þau gerðu áðan. Step kemur boltanum fyrir framan Bjarna og hann skorar strax. Þetta er bara svipað við sáum í fyrsta leik og það sem við sáum líka 3-4 gera þegar við komist að stað. Að þegar finna markið og allt í einu byrjar að finna öll mörkin í einu. Staðan orðin 2-0 fyrir Þór. Spurning hvað Dusty getur gert. Þurfa aðeins að koma sér tilbaka og núllstilla sig. Gerir virkilega vel hérna. Step nær einhverju skoti. Úsik setur þannig til hliðar. Bjarni fer bara tilbaka með boltan á Step. Úsik er í loftinu. En Emil nær að pota í þennan bolta. Þá kemur Bjarni. Nú boltinn dettur niður á helming Fossara. Emil reynir að klemma þennan en hún er ekkert virkilega góð þessi klemma. Krypto fyrir í loftið, 30 sekundur eftir. Úsik þarf að finna eitthvað hér og nú kemur honum yfir á Krypto sem að kemur með skoti. Emil Vald ver á línunni, Krypto nær öðru skoti. Emil Vald ver á línunni en Valdimar kemur síðan til að klára þetta. Dusty finnur markið hér. Emil Vald í algjöru neyðavörn nær að verja þetta tvisvar en já, Valdimar með smá boost hjálpar Krypto hann að koma sér inn. 18 sekundur eftir getur Dusty jafnað þetta hér og nú eða er Þór að fara að klára leik númer 2. Hérna í Krypto með tækifæri að stólið af honum strax. Emil Vald er svo fljótur. Step síðan klemmir honum hérna með honum fram. Bjarni fylgjur svo vel eftir 10 sekundur og núna boltinn að lenda fyrir framan markið hjá Dusty. En Úsik er með smá tíma á boltanum. Emil Vald kemur og stoppar það strax. Step situr þetta síðan upp. Spurning hvort þeir vilja koma öðru marki. Já, þeir reyna það. Bjarni missir á boltanum en Þór vinna leikinn. Og já, eru konið 2-0 upp í þessari viðureign. Fá mörk í þessum leik og já, Dusty ekki alveg að finna leiðina framhjá Þór. Bjarni með rúmlega 600 stig í þessum leik. Bæði mörkin og 3 vörslur, 100% skotnýting hjá honum en já, bæði Step og Emil Vald náðu ekki að nýta sín skot. Valdimar með eina marki hérna, Dusty megin var hins vegar með 5 skot á markið, ekki alveg sama skotnýting þar en Þór klálega öflugra liðið hér á vellinum og Dusty þurfa að finna einhverja allt aðra takta til að koma sér að stað. En ef við skoðum söguna þá er mjög líklegt að þeir klára þetta bara 4-0. Já, vissir í dag er dagur íslenskrar tungu? Nei, ég vissi það ekki. Nei, hvernig myndir þýða Dusty yfir á íslensku? Rikur. Ok, hvort myndir segja rikur eða rikugir?
gæti verið bæði. Þetta þarf að setja það í setningu en já, teknilega séð það Reykjavík það sem þetta nú lið en það nú þá bara ryksugan hjá Þór sem að taka þá alla upp af gólfinu og halda því mögulega áfram hér eða hvað. Dusty í góðum séns hér, Bjarni reynir að halda þessu gangandi. Úsik setur síðan skot en hittir ekki á markið, Krypto nær ekki að klára þetta en Valdimar mættur í skotið, hittir heldur ekki á markið. Krypto heldur pressunni gangandi, þetta stór hættulegt og Krypto einhvern veginn nær að trónum hana inn. Ég átta mig ekki alveg á því hvað gerðist þarna, sjáum við aftur. Emilvald missir hann fyrir fram að sig og Krypto, bara í hvaða heimi nærðu að snúa boltanum í þessa átt? Veit ég ekki, en Dusty finna fyrsta markið. Vel spilað hérna hjá Dusty. Ætlar Krypto bara að bæta í strax hérna, kemur með sendinguna yfir á Vatta og þessi næstu því inni. Og Úsik finnur annað markið fyrir Dusty. Þvílíkur leikur. Þór í algjörum vandræðum hér í vörninni til að byrja þennan leik. Þetta ekki það sama við erum búin að vera vanir að sjá hér en já, þeir lentu undir í fyrsta leiknum þó að það hefur bara verið með einu markið þá bættu þeir við 5 á móti og núna, já, sennilega 6 reyndar og Emilvald núna bíður eftir þessum bolta. Valdimar setur bara skotið á meðan Step og Bjarni fara báðir í þetta. Bjarni þarf að verja þennan, Krypto nær ekki skotinu framhjá honum, Emilvald nær að bjarga þessu frá markinu sínu. Núna Úsik heldur pressunni gangandi, þeir fara 2 í þetta, Step og Bjarni verða að tala betur saman. Valdimar núna með tækifæri til að halda þessu gangandi, Step nær ekki í þetta en það bara skiptir ekki máli þar sem að boltinn fer framhjá öllu markinu. Bjarni nær losa þetta aðeins út, Valdimar setur þetta upp fyrir Úsik en Step á undan. Nú spurning hvort að Step og Bjarni geta komist í þetta, nei. Bjarni hoppar hana bara framhjá Krypto, ætlaði að reyna að trufla hann eitthvað. Núna Step og Valdimar koma báðir í þetta, Step á betur og Bjarni fylgir þessu eftir hennu. Úsik tilbúinn í vörninni, Úsik núna með skoti hinum megin, Emilvald þarf að verja þetta og Step núna fer upp í loftið, með bústi, getur hann farið yfir allan völlin, gerir það. Úsik þarf að verja á línunni, Krypto næsti maður til að taka. Við erum komin í ping-pong leik, þeir eru að skjóta yfir allan völlin en hver að fara að skora fyrst? Úsik líklegur þarna en varið af Step og þarna kemur loksins markið frá Krypto sem að kemur Dusty í 3-0. Dusty að finna sinn leik hérna og Þórsararnir eru alveg gjörsamlega horfnir í augnablikinu. Vel spilað hérna og Vatti og Krypto að ná vel saman hérna. Vel spilað. Emil í loftinu, Úsik leysir þetta. Krypto fer í sóknina. Kemst ekki fram hjá Emil. Vatti setur hann til hliðar, þar enginn. Þá fer Step í loftið, nær fram hjá einum. Ná ekki að nýta þetta. Góð klemma þarna. Vatti setur þennan í átt að markinu og Emil með mikilvæga snertingu þarna. 2 mínútur eftir þegar Úsik kemur með skotið, Emilvald þarf að verja þetta á línunni. Emilvald reynir að fylgja þessu síðan eftir en Krypto kemur á móti Bjarni og Úsik mæta síðan í miðunni. Boltinni Dusty megin, Valdimar reynir að losa þetta fyrir beint á Step sem að kemur þessu síðan aftur. Annað touch fyrir fram að markið, Úsik kemur þessu fram hjá Emilvald en Bjarni næsti maður til að mæta. Krypto missir af honum, Bjarni setur á markið, Valdimar verður þetta á línunni en Emilvald kemur á öðru skoti. Kemst ekki inn, Valdimar og Úsik að spila góða vörn þarna. Bjarni næst þetta fylgir sig eftir, núna Krypto sem að fara að taka móti en hann nærði ekki og Bjarni skorar með klemmunni við jörðina. Sjáum þetta aftur, fer hann upp í loftið, klemmi síðan boltan inn með jörðinni til að sitja fastan fram hjá Krypto og Þór búinn að stipla sig inn í þennan leik. 1:40 eftir, Þór fyrir að gera vel til að skora allavega 2 viðbót, helst 3 til að vinna þennan leik og Step núna með tækifæri kemst hérna fram hjá einum en Krypto gerir vel í vörninni á meðan Step að trufla bæði Úsik og Valdimar hann aftast. Emilvald fær þá tíma til að koma nú aftur fram á Step
Ja, hann kemur þessu ekki á markið. Emil Vald gerir það hins vegar, situr þetta beint á markið. Valdimar þarf að verja þennan til hliðar. Step kemst síðan aftur í þetta. Krypto situr þetta undir Bjarna, virkilega vel spila og Emil Vald rétt nær að bjarga sig á línunni. Úsik núna kemur þessu áfram en Bjarni nær að spila þessu fram. Mínúta eftir er Bjarni með þetta hér. Getur hann sett þetta niður fyrir frammarki, gerir það en Úsik kemst í þetta áður en Emil Vald getur skotið. Úsik situr hann síðan langt fram. Bjarni þarf að setja þetta til hliðar. Krypto reynir einhverja smellu en nær því ekki. Emil Vald er með boostið, getur hann komist fram hjá þeim öllum? Nei, Úsik stoppar hann strax. Step á móti Krypto í loftinu. Step hefur, já, ekki nógu mikið betur en núna Emil Vald með boostið, með tíman, kemst yfir Úsik, getur hann gert meira? Step kemur að hjálpa honum og skorar. Þór komin í 2 mörk, þurfa 1 í viðbót hérna á 30 sekúndum og ef það eru einhverjir þá er það Þór sem að kunna það. 30 sekúndur eftir eru Dusty að gugna á pressunni, það er spurning. Þórsarar tek gífurlega sterkir hérna. Kemur sendingin yfir á Bjarna og þetta er sláin stöngin út en Step kemur og þeir eru búnir að jafna. Já, hérna hér. Þórsararnir voru 3-0 undir. Staðan er orðin 3-3 þegar 23 sekúndur eru eftir. Þvílík viðureign sem við erum að fá hérna. Step hérna. Þeir eru að búka til. Þeir ætla sér að sigra þessa viðureign líka. Sýnist mér Vatti og Dusty eru bara konir alveg út í horn. Erfiður leikur. Þeir sem voru búin að spila svo vel. En það á bara engin breyki Þórsarana í augnablikinu. Komnir í framlegginguna hér, gullna markið, það er bara 1 mark sem að skilur þessu lið af í þessum leik. Bjarni er líklegur, situr það á markið. Krypto rétt fyrir bjargar þessu. Emil Vald næður ekki að klára þetta. Step situr annað skot sem Úsik þarf að verja. Bjarni fylgir þessu síðan eftir. Það var hann sem að skauta reyndar. Step núna nær ekki að fylgja þessu og Valdimar kemur honum fram hjá 2. Bjarni kemur í loftið en Úsik tekur rólega á móti, gefur Krypto smá tíma á boltan sem að kemur þessu upp á hliðarvegginn og nær næstuð í skotinu á markið einhvern veginn. Hérna Emil Vald spilar þetta yfir á Bjarna sem að kemur upp hotvegginn, er að reyna að koma sér fyrir fram markið en Úsik kemur og truflar. Emil Vald tekur vel á móti og Step núna með tíma, með boostið, kemur alla leiðina fram á móti Krypto en Krypto gerir þetta gríðarlega vel, tekur þetta upp fram hjá Step og núna komin í sókn fyrir Dusty. Úsik með skoti, það er varið á línunni. Bjarni rétt nær að bjarga Þórsurum þarna. Emil Vald síðan kemur þessu fram en Step getur ekki fylgt þessu eftir. Bjarni núna í vandræði með Krypto og með Úsik en nær að verja bæði skotin. Valdimar núna, hvað getur hann gert? Ekki mikið. Emil Vald og Step tilbúnir hann af bak við Bjarna en Krypto er tilbúin að sitja annað skot. Kemur hann á Úsik en Emil Vald bjargar þessu. Þór að spila neyðarvörn hér á móti Dusty. Nú er tækifæri fyrir Þór hins vegar þar sem að er smá tími. Þarna Step fær boltan, fær tíma, getur hann komið þessu yfir að Emil Vald? Nei, Úsik truflar það en Bjarni fylgir þessu eftir. Valdimar kemst í loftið og undan og núna Úsik mistir af þessu. Bjarni flippar yfir 1 en það er Krypto sem er síðasti maður til að bjarga hjá Dusty. Step er í loftinu, getur hann tekið hann yfir á einhvern annan? Nei, það eru Dusty menn sem að taka mótunum með Emil Vald kemst í boltan, getur hann farið í tvísmetlu, hann gerir það en sláin er hreinlega fyrir honum. Bjarni núna nær ekki að halda þessu gangandi eða hvað. Step hjálpar honum þarna. Emil Vald kemur síðan aftur fljúgandi inn í þetta. Bjarni og Step tilbúinir að taka næsta bolta. Krypto mætir vel á móti þeim. Úsik núna smá tími, smá boost. Aðeins að anda hérna, smá andrými fyrir Dusty til að komast fram en Bjarni mætir síðan strax á móti Krypto með boltan upp í horninni. Getur hann komið fyrir markið? Nei, Step stoppar það. Valdimar heldur þessu síðan gangandi fyrir Dusty en Emil Vald er
tilbúin í þetta og þetta svona aðeins að deyja niður. Báðarsóknirnar ekki alveg að ganga hér. En núna Step með skotið, Vatima næra komast fyrir, Bjarni ætlaði að reyna bömpunum hann frá. En Emerald þarf að taka móti boltanum síðan á sínum vallarhelming og þetta eiginlega bara allt frosið. Krypto truflar Bjarna heitt í loftinu. Það konar 3 mínútur af gullnamarkinu í þessum leik. Úsík reynir að búka til, finnur Vatta. Krypto setur hann niður, nær ekki snertingun á boltan, þá kemur Bjarni. Vatti. Smá pressa núna hérna frá Dusty. Hérna kemur Emil með frábæra sendingu, finnur Bjarna sem finnur ekki markið. Krypto með hættina bolta tilbaka, Vatti. Krypto neglir þessu og reynir að finna Úsík. Fyrir fram hjá Bjarna. Erfiður bolti, hættulegu bolti sem að koma fyrir markið núna. Bjarni finnur Step. Krypto yfir Step. Yfir Emil. Þá kemur Bjarni. Vatti setur hann út í hornið, beint aftur á Krypto. Við erum komin í 4 mínútur hérna. Ennþá ekkert mark komið. Bjarni setur þannig hátt, finnur Step sem að finnur Emil. Krypto mætir þessum. Bjarni. Og smá bara... Vandræði hjá báðum liðum, enginn að finna taktinn hér. Step loksins nær smá touchi yfir á Bjarna og Emerald nær ekki að fylgja sér eftir. Krypto fær tíma á boltanum. Emerald reynir að mæta eða nei, Bjarni gerir það fyrir og Vatima kemur síðan næstur í þetta, missir eiginlega bara allt touchið og þessi bolti á leiðinni inn ef þeir komast ekki í þetta. Krypto gerir það síðan loksins. Var ekki með mikið boost en nær að komast í þetta. Bjarni setur þetta á hliðarvegginn, einhver annar til að koma. Nei, Emerald nær þessu ekki, Úsík var á undan. Getur hann komið þessu yfir á næsta mann, gerir bara alls ekki það, setur það beint á Bjarna. En Dusty með boltan hérna frammi, við erum komin í 5 mínútur, við erum komin í auka leik hér. Bjarni nær að setja þetta til hliðar, kemur honum fram. Nær Emerald að fylgja þessu eftir. Hann reynir það allan virkilega, Úsík bumpa til hliðar, Step fylgir þessu síðan. Step og Bjarni með þetta hér. Bjarni kemur þessu aðeins lengra en Úsík tekur á móti. Bjarni ekki með boostið til að stoppa þetta. Úsík kemst fram hjá Step en ekki Emerald. Og núna Step reynir að trufla eitthvað þarna. Emerald næsti maður til að taka á móti boltanum, setur hann beint niður á Bjarna. Hann kemur þessu í hornið en hann með playið, hann nær öðru touchi. Vatima reynir að koma þessu út á Úsík sem hann virkar. Emerald einn á móti þeim en Krypto maðurinn til að verja boltan þarna út til hliðar og Úsík núna fylgir boltanum alla leiðina eftir og núna með boostið til að spila yfir á Krypto en Emerald kemst í þetta. Bjarni nær að trufla síðan næsta. Vatima setur skotið en Step tilbúinn í það. Við erum komin í 6 mínútur af þessu. Bjarni núna á bakveggnum. Hvað getur hann gert á móti Vatima? Eitthvað lítið. Vatima hefur gott 50 en Step maðurinn til að taka á móti boltanum. Setur þetta fyrir frá markið en það enginn til að koma skotinu á markið. Núna Emerald og Úsík upp í loftinu. Step missir bara af boltanum þarna. Bjarni þarf að koma hann aðeins frá, gefa Step tíma til að komast tilbaka. Emerald reynir að stoppa þetta en það sýndist mér á Bjarni sem að mætti þarna, mögulega Step. En 6,5 mínúta búin, við erum ekki að fara að fá neitt mark bara hér í dag. Við ætlum bara að vera hérna í dag. Krypto ekki langt frá því að skora núna. Já, Emil var ekki með boostið til að koma sér fram og Bjarni missir boltan frá sér og boltinn deyr hérna bara á miðjunni á vellinum. En Krypto heldur þessu gangandi fyrir Dusty og það eru 7 mínútur komnar af þessari framlengingu. Hvað ætli sé lengsta gullnamark sem að hefur verið? Ég hef ekki hugmynd í deildinni en þetta gæti verið allavega toppurinn hér hjá okkur í deildinni. Ég veit að í einhverju pro-leik var það yfir 10 mínútur en Krypto reynir skotið þarna. Emil og enn á aftur maðurinn sem að ver það en klemman hérna fram. Þetta markið? Bjarni nær að klára þetta loksins en það tók 7 mínútur og 23 sekundur. Emil var með klemmuna hérna upp allan völlin og Bjarni nær þessu
Þvílík sending frá Emil Vald til að loksins klára þennan leik. Við fengum 6 mörk í venjulegum leiktíma og wow! Við erum að sjá 1000 stig hjá báði Bjarni og Úsik og Dusty taka timeout. Ég skil það bara vel að þetta var allt og langur leikur en já, allir eru yfir 600 stigum í þessum leik og 2 yfir 1000. Sjáum það er 6 vörslur og 7 skot á Úsik. Krypto er með 10 skot. Það er bara 1 yfir 1000, það er 1 akkurat í 1000, Já. það er bara 1 yfir, sko. Slétt 1000 stig hjá Bjarna, það er falleg tala sem hann gefur okkur hér. Ég er ekki viss að það hafi gerst oft í Rocket League leik að fólk er með slétt 1000 stig. En 10 skot frá Krypto. 10 skot og við sjáum það líka að það eru 7, 4 og 5 vörslu hjá Þór, 6, 2 og 4 hjá Dusty. Skotum voru fleiri hjá Dusty, yfir á vallar var aðeins meira fyrir Þór. Bara algjörlega jafnasti leikurinn af þessum 3 sem við höfum fengið og já, Dusty náttúrulega byrjuði þennan leik 3-0 yfir. En Þór kom sér aftur inn í þetta og náði að komast yfir í gullna markið sem að þeir vissulega skoruðu á endanum en það tók þá 7 mínútur og 23 sekundur. Já. Það kemur ekkert óvart ef þetta er met í deildinni, ef einhverju með lista yfir met í deildinni þá væri geggjað en ég veit ekki hvort að einhver sé búinn að vera að telja það niður hérna hjá okkur og það er ekkert endilega allir tilbúnir að vera að skoða allar þessar tölur. Ég veit að Króli er nú búinn að vera tölur í því, ég spurning hvort að einhver getur hringt í hann og spurt hann en hann er nú hérna í chatinu. Er hann í chatinu? Já, hann er búinn að segja margt um okkur. Já, það er bara að spyrja Króla hvort hann sé ekki með það á hreinu. Það er gæinn sem er með tölunar á hreinu. Hann er nú bara farin að vitna í tinna hérna sýnist mér. Ég veit ekkert hvað. Já. Það er einhver smá vesen, smá tæknivandamál hjá okkur en það er bara við vorum að fara að hoppa yfir í leikinn en það er tæknivandamál okkar megin sem er að lengja þessa pásu aðeins og við ætlum að hoppa yfir á okkur greinlega í smá stund þar sem hann er nú bara einn inn í tölvunum að brasa hann er að hlaupa hérna fram og tilbaka reyna að laga öll vandamál og græja þetta allt fyrir okkur. Engin Birkir hér í dag að opsa fyrir okkur og ég veit ekki einu hvar hann er eða hvað hann er að gera en það er vonandi gaman hjá honum. Ég vona að hann sé náttúrulega bara í chatinu eða eitthvað. Þú múin að sjá hann eitthvað? Ég sé ekkert, nei. En hvernig líst þér á þessa bikara hérna? Þessa bikara hérna? Já. Þetta eru nú, það er ekki sama þyngd í þessu og Steinninn sem var hérna stórmeistara? Já. Hann var náttúrulega bara alvöru músteitt, sko. Já, þessi, sko, hann lúkkar alveg. Mér finnst það hann vera aðeins ofléttur. Það hefði mátt vera svona smá þyngd inn í þessu. Það hefði þurft að setja hérna smá lóð í botnin. Já, smá lóð í botnin hefði gert mikið held ég fyrir hennar bikar. En spurning hver getur bætt þessu í safnið sitt. Það eru 3 sem að fá þetta. Það eru allir aðalmenninir úr liðinu sem að fá sinn bikar. Þetta er búið að vera svona pínu spes. Það var akkurat, ég var að lýsa hérna Dusty og í gær í LOL. Þar voru akkurat 5 bikarar en 6 sem að spiluðu í gegnum deildina. Þannig að pínu vandræðilegt að það voru bara 5 sem að fengu það. En við skulum fara bara í leikinn. Við erum farin í leik nummer 4. Þór komnir 3-0 upp. Spurning hvort að ég geti klárað þetta hér og nú. Klárað þetta með einu sóp til að enda þennan dag hér hjá okkur. Eða hvort að Dusty geti komið sér inn í þessa viðureign hér og nú. En það er Step sem er í loftinu og er að fara að mæta 2 hér. Krypto tekur boltan af honum en Emil Vald hendur þessari pressu gangandi. Vatima þarf að koma sér út. Bjarni næsti maður til að reyna. Step hoppar yfir hérna stórhættulega Vatima sem er að leita öllum buffum eða tortimingum sem hann getur fundið.
Stef núna spilar þetta aftur yfir á Emilvald sem að fer í flikkið rétt yfir markið. Bjarni getur ekki klára þetta og Krypto komin hérna hinum megin fer í flikkbaran, nær ekki að sitja á markið heldur. Líkir leikmennirnir að gera sína bestu takta til að reyna að koma að fyrsta markinu en við erum komin í mínútu og ekkert mark. Það er, ekkert skrítið þar sem við fórum í rúmlega 7 mínútur á þess að fá mark en Stef reynar að halda þessu gangandi. Emilvald tilbúinn á hliðarveggnum, reynar að koma þessu fram hjá tveim. Bjarni situr þetta síðan fyrir fram á markið en Krypto tilbúinn að taka móti þessum í róliheitum þegar Stef stelur boltanum af honum. Bjarni er tilbúinn að mæta þarna en það er aðeins svo seint. Emilvald fær boltan hana í loftinu, Úsik ekki með bústið og Emilvald setur skemmtilegan bolta hérna niður. Bjarni kemur með skotið, Stef núna mæstur næst og missir boltan frá sér. Emilvald situr hann niður fyrir Bjarni sem kemur með skotið og þetta kemur markið fyrir Þór. Eru komnir 1-0 yfir á móti Dusty. Þetta tók vissulega ekki 7 mínútur að skora en við fengum nú 6 mörk í venjulegu leiktíma í síðasta leik. Þórsararnir konir yfir og er að fara langt með það að sópa ríkin í burtu í þessum leik. Emil í loftinu. Gerir þetta virkilega vel og Úsik með góða vörslu. Stef hérna ýtir mönnum frá boltanum og þeir missa báðir af þessu, Vatti og Krypto og Bjarni. En Krypto gerir vel. Úsik neglir þessum fram. Setur hann niður fyrir. Og Krypto. Úsik reyna að spila boltanum hérna upp með lítið sem ekkert búst. Bjarni nær aðeins að komast í þetta en Valdimar getur sett þetta fyrir. Emilvald stelur síðan boltanum í miðju lofti. Kemur hann fram hér, Stef og Bjarni síðan næstu til að mæta. Stef situr þetta aðeins og fast. Valdimar missir hins vegar af þessu og Krypto þarf að taka mótanum. En enginn sem að mætir honum svona strax. Bjarni kemur síðan loksins í þetta. Emilvald fer áfram. Stef og Valdimar mæta síðan í loftinu. Úsik og Bjarni tilbúinir hérna niðri. Þetta er smá vandræði í vörninni hjá Þór en þeir sleppa með þetta. Úsik heldur pressunni gangandi en Emilvald yfir á Stef sem að missir á boltanum en Emilvald er með tækifæri til að koma sig á markið. Bjarni ekki tilbúinn í þetta, var ekki með bústið til að fylgja þessu eftir. Stef núna á bakveggnum sínum, neglir þessu fram en Valdimar tekur vel á móti. Bjarni kemur þessu yfir Valdimar en ekki fram hjá Úsik og Emilvald þarf að mæta Úsik þarna. Krypto mæti síðan í boltan og kemur þessu niður. Bjarni tilbúinn. Úsik fer í 50 og Valdimar og Stef fara síðan í annað 50. Þór einhvern veginn ná að vinna þetta. Það er 1,5 mínúta eftir, það er bara 1 mark komið. Þór er að vinna þetta hér með tímanum. En Bjarni kemur þessu yfir á Emilvald sem kemur þessu yfir á Stef. Og þetta var pínu hættulegu bolti en virka vel fyrir Þórsararna sem að koma boltanum hérna fyrir fram á markið. Er Bjarni með þetta, hann gerir það vissulega og nær að skora annað markið fyrir Þórsara. Og okkur er alveg sama þótt að partíið var eyðilagt á meðan allir spilarar eru ennþá í leiknum sem sýnist það á öllu. En Emilvald núna er tortímt til að byrja þetta. Stef kemur þessu yfir á Bjarni setur þetta á markið og skora 3. markið fyrir Þórsararna þegar mínúta er eftir. Þór komst tilbaka, spurning hvort að Dusty geta gert hið sama hér. 3 mörk á 1 mínútu er það sem Dusty þarf. Það er hægt. Það er allt hægt. Krypto hérna með skotið, Bjarni vel þennan, neglir þessum fram og finnur Emil. Úsik fer í hornið og Emil tekur þennan bolta. Og Emil og Krypto, það er einhvern að verja þennan en þarna kemur Bjarni. Bjarni, ég held að það sé búinn að skora öll 4 mörkin í þessu leik. Stöngin inn. Og það er þungur róður fyrir Dusty.
virkilega þungur og þeir eru 44 sekundur fyrir 4 mörk nær ómögulegt á móti Þórsurum sem eru nú almennt mjög öruggir í sinnum varnarleik. Emil hérna næstu því setur þetta frábært skot á markið. Fær bara aftur tækifæri hérna. Þar Krypto sem setur hann niður. Bjarni, Valdi, Step. Þarf hann að vera með í þessu líka? Nei! Bjarni ætti að bara skora! Bara Bjarni. Step var í þessu bolta en já. Já, Bjarni sem að fær hann að síðasta touchið sem hann fer inn 9 sekundur eftir. Þór vissulega búnir að vinna þennan leik. Það engin séns fyrir Dusty til að koma tilbaka og Emil var næstu búinn að bæta við. Þegar Valdimar þetta í slána. Og Bjarni skorar aftur! Bjarni með einfaldlega 6 mörk hér í síðasta leiknum til að klára þetta. Tók smá tíma að byrja skora í þessum leik en Þór að bæta í 6 mörk. Það voru vissulega 6 mörk í síðasta leik líka í venjulegum leiktíma en í þetta skipti það bara öðru megin sem að öll mörkin komu og þá bara Bjarni sem að skoraði þau. En Þór vinna þessa viðureign með sóp og það vissulega sópa rykið burt hér og senda þá í lægra brakketið. Bjarni með 1000 stig og 6 mörk. Bjarni með 2 leiki þar sem hann með 1000 eða fleiri stig á móti Dusty. Já, það vissulega örugglega annað met bara sem að Bjarni að setja hér að vera með 2 leiki með 1000 eða meiri stig en Þórsarar algjörlega áttu þessa viðureign fyrir utan eiginlega hennan eina leik sem að þeir lentu í smá vesen með en komu síðan bara tilbaka. Dusty voru alveg búnir á því, þau tóku pásu eftir hennar langa leik en það bara duði ekki til og Þórsarar mjög öryggi með sig, bara virkilega vel spilað í gegnum þetta allt og átti þetta algjörlega skilið. 100% bara virkilega vel spilað og Dusty áttu séns. Flottur seinasti leikur, fóru komust 3-0 yfir og hefðu átt að klára þann leik. Það hefði verið svo gott fyrir sjálfstraustið. Já, sjálfstraustið og spána þína en þú varst með fyrstu spána rétt, ég sá rest en það spurning hvort að við séum komnir með bracket upp. Það vissulega tilbúið þar sem við fáum að sjá það hér. Þetta reyndar pínu skrítið, það vantar í rauninni fyrstu leikina sem voru spilaðir hérna í dag en þetta lítur allavega svona út fyrir næstu umferð. Það Stjarnan, Ómon og Dusty Ravík sem að við finnst líklegast að byrja á laugardeginum. Ég veit ekki hvort að það séu þeir 2 leikir pluss síðan Þór 3-5-4 sem að spila eða hvort það sé bara neðra leikjartriði sem við förum í fyrst hérna á laugardeginum. Ég man ekki en þið geta öll skoða þetta á Liquipedia síðan okkar. Þar þetta mun betur sett upp og ég giska að þau senda bara inn screenshot eða link eða eitthvað á Discordi þannig að allir að fylgjast bara vel með þar. En þetta búið að vera frekar langur dagur hjá okkur hér í dag. Já, en skemmtilegur, enga síður. Já, mjög skemmtilegur dagur. Við fengum alls konar leiki, bæði einhver algjör burst og síðan mjög jafna leiki inn á milli. En ótrúlega vel spilað hjá til dæmis Ravík gegn Stjörnunni og síðan Stjarnan gegn 3-5-4 og Dusty sýndu flotta takta gegn Þór, næstu búin að taka sem fyrsta leik í þessari deild á móti þeim en gekk ekki alveg nógu vel en þá þakka ég bara fyrir daginn, þakka styrktaraðilum okkar frábærlega fyrir allt þetta og þakka áhörðunum fyrir að mæta og við sjáumst á 29. nóvember hér í Arena. Það verður LAN og partí, sjáumst á.
Býttu hann að skipta akrein.